Komið sælir, kæru áhorfendur, velkomin á Akranesvöll, Norðurálsvöll eins og hann heiti víst. Það leikur Fjölnis og ÍA hérna í 5. umferð í lengjudeild karla. Björn Þór, bara til að byrja með, Sverrir Már Smárason heiti ég, Björn Þór Björnsson hérna með mér. Hvernig líst þér á þetta til að byrja með? Mér líst svo sem ágætlega á þetta. Þetta kom fyrsti sigurleikurinn í síðasta leik á móti Leikni en ekki það að hann hafi verið mjög samfærandi en ég held að þetta sé svona ansi mikilvægt að Skaginn stígi upp og vinni hérna. Núna aðstæðar sæmilegar, þannig að það ekki hægt að kenna þeim þannig að ég held að það sé bara ágætlega. Nákvæmlega, eins og talar að komi þessi fyrsti sigurleikur á móti Leikni. Þú minnist þá ekkert sérstaklega samfærandi og ekkert sérstaklega fallegur en sigur varða og ég held að það hefði verið óbúslega krúsjál fyrir hópinn sem held bara að hafa náð þessu sigri. Algjörlega, og einmitt að við spilum hérna viðtala við Jón Þóra eftir það sem hann kom einmitt inn á það. Þegar ég held að hópurinn allur, það er mikill léttir að klára þetta, komast yfir þannan hjall. Þannig að þetta fyrir náttúrulega hausinn á mönnum þegar menn þurfa að bíða lengi eftir sigurleik. Þannig að ég held að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt að hafa klárað hana leik í Leikni, þó svo eins og við tölum að hann var kannski ekki fallegur, en það var mjög nauðsynlegt að klára þann leik. Og svo sömuleiðis tölum við völlin. Eins og frægt orðið bara á Íslandi í dag að það einhvern veginn alltaf vallaraðstæður sem eru númer 1, 2 og 3. Lítur betur út í dag heldur en fyrir nokkrum vikum síðan. Fengið smá hita í dag og vonandi hann aðeins svona þurrari. Já, ég held að það sé ég trúi ekki öðru að aðstæður sé núna þannig að það sé það bærilegar, það sé ekki að fara að hafa eins mikil áhrif eins og við sjáum hérna í fyrsta leik á móti Grindavík þar sem völlurinn var bara hreinlega ónótæfur. Algjörlega. Ég held að við séum ekki að lenda í svoleiðis vandræðum lengur en hvort sem hann góður ekki, ég veit ekki með það en hann allan að töluvert skárri en hann hefur verið. Fjölnisliðið sem í heimsókn hefur farið ansi vel af stað í lengjudeildinni. Síðasti leikur hjá þeim 6-0 bara völdun á Þórsurum sem hafa nú sömuleiðis verið ágætir. Hvað heldum við fáum frá þeim í dag? Ég held að þeir náttúrulega koma kókristir hérna til leiks væntanlega út að þeir eru taplausir, þessi sigur í síðasta leik bara væntanlega en það reyndar getur náttúrulega verið hættulegt líka að þú komir úr svona leik þar sem þú vinnur 6-0 og gjörsamlega valtar yfir annað liðið, hitt liðið og þetta getur náttúrulega líka verið svona getur verið vesen að þetta getur farið í hausinn á mönnum að það með oft sé það að menn gjörsamlega rústi leikjum en fá síðan skell í næsta leik. Komum svo í allt önnur aðstæður í dag, sá leikur fór fram í Egilshöllinni, þessi úti í reynda frábærum aðstæðum fyrir utan kannski að völlurinn er svolítið blautur. Já, og þokan. Herðu, við ætlum að fá viðtal við þjálfara Fjölnis og við ætlum að fá viðtal við Hákon Inga. Við Hákon Inga? Einarsson? Nei, Jónsson. Hákon Inga Jónsson hjá Fjölni. Afsakið. Fyrrum leikmaður Skagamanna, gjörðu svo vel. Hákon, Fjölnir hefur farið gríðarlega vel af stað upp að þessu tímabils, þeir eru taplausir. Er þetta eitthvað sem þið byggust við eða er þetta fram á vonum? Já, þetta bara, held ég bara ekki fram á vonum, bara eins og við byggumst við. Hefði viljað vera með 12 stig eftir Þróttararleikin en svo stálum ægisleiknum, þannig að ég held að 10 stig sé bara vel ásættanlegt og sanngjarnt. Segir þetta sé ekki þannig fram á vonum, þannig að það er væntanlega bara stefnu ykkar náttúrulega bara að fara upp eins og margra annara liða þessari deild. Já, við stefnum að fara upp. Við hefum verið að spila vel í allan vetur og ætlum að halda því áfram inn í sumarið. Það hefur tekist allavega hingað til. Svo er bara að halda áfram og vonandi náum við 3 stigin í dag. Já, síðasti leikur hjá ykkur var nú frekar ótrúlegur. Það var 6-0 sigur á móti Þór sem bara ótrúlega tölur. Er þetta einhver leikur sem geti mögulega haft áhrif á þennan leik? Er þetta eitthvað sem fyrir hausina á ykkur að fara menn fram úr sér eftir slíkan leik? Nei, ég ætla að vona ekki. Þetta var bara mjög erfiður leikur og 6-0 var bara sanngjarnt en nú er bara ný leikur sem byrjar 0-0 og menn verða bara að mæta klárir eða ætla að fá eitthvað hérna upp á Skaga. Já. En þú ert nú ekki ókunnur þessum velli hérna, þú spilaði með Skaganum, 2 ár síðan. Hvernig kanntu við á Fjölni og heldurðu að Skaginn muni sjá eftir að hafa látið fara hér í dag? Heldurðu að eftir að espast upp í þessum leik út af því? Það er gaman að koma hana heima, ég átti mjög góða minningar hérna 2001 þegar við fórum í bikarúrslit og heldum okkur upp í síðasta leik. Það var mjög gaman en ég verði að viðurkenna að það er fínt að vera laus við kistuna. Já. En þetta var mjög gaman og mjög gaman í Fjölni, þannig að ég get ekki kvartað. Já, þetta var nú ótrúlegt ár 2001, eins og segir, þetta hljóta að vera góða minningar að spila á bikarúrslitaleik og bjarga sig með þessum ótrúlega hætti. Er þetta ekki bara svona
þó svo að framan að hafi tímabilið verið slæmt að þetta hljóti að vera bara einar skemmturustu minningarnir úr boltanum eða? Já, þetta var helviti gaman og það allir búin að gleyma hvernig sumarið var framan á. Það munið þetta eftir bikarúrslitaleiknum og hvernig reddum okkur í Keflavík, þannig að við leyfum því bara að lifa. Já, glæsilegt. Gangi vel og takk fyrir. Takk fyrir. Já, sagði Hákon Ingi Jónsson, leikmaður Fjölnis, fyrrum leikmaður Skamana. Já, og eins og hann talaði að átt hann góða minningar hérna og einmitt þetta við fórum aðeins yfir þetta ár 2021 sem var náttúrulega ótrúlegt og náttúrulega bara menn gleymdu, það er allir búin að gleyma hvernig tímabilið var fram að Keflavíkurleikur fræga og síðan bikarúrslit. Þetta var algjörlega æðislegt hvernig það kláraðist þótt að þetta var alveg hörmung fram að því. Já, nákvæmlega. Skagamenn mæta með sama lið og í sigrinum gegn Leikni. Já. Og enga breytingar. Menn að koma til svona hægt og rólega tilbaka hérna á bekkinn og að komast í stand eins og til dæmis Hákon Ingi Einarsson sem sjáum hita upp hérna. Já, algjörlega og Jón Þór allar ekki eins og þessi fræga klísja, maður breytir ekki sigurliði. Algjörlega. En maður veltir fyrir sig hverju má búast við á Skagamönnum í dag? Er það alltaf að sé það sama og við sáum í Breiðholti eða? Já, ég myndi að minnsta kosti reikna með einhverjum áherslubreytingum. Þar sem að til að mynda held að við fáum aðeins öðruvísi pressu, þar sem að verði meiri samvinna á milli Viktors og Arnórs framalega vellinum. Og ég held að svona í uppspili verður svipað upp á teiningum, þar sem að við erum að fá Arli meira inn á miðjuna og höldum Daniel Inga út á kanti. Og ég held að áfram sé bara sett fókusin á það að reyna að finna Viktor og Arnór framalega vellinum og koma svo hinnum á afturfylg. En hvað, verður blúsandi sóknarbolti, eru við að fara að líka tilbaka eða hverju býstu við þar? Ég reikna með því að það verði pressað fyrstu 15. Ég held að kom enginn hinga á Norrhólsvöllin á þess að lenda í smá sjokki og ég ætla að vona það að það verði annað upp á teiningunum núna heldur en í fyrsta og þriðja leik. Við sáum það náttúrulega í leiknum á móti afturheldingu hvað menn komu rosalega fókuseraðir og voru aggressífir í byrjun. Ætli við séum bara, við væntanlega að fá einhver svipað og menn að reyna að koma marki snemma í leikinu? Já, vonandi. Við verðum allavega sem Skagamenn að vona það. En sömuleiðis tókum við viðtal við Jón Þór Hauksson, þjálfara Skagamanna. Skulum heyra hvað hann hafði að segja. Jón, þetta tímabil hefur nú ekki byrjað vel og ég veit að umræðan í bænum hefur verið þannig að þetta sé ákveðin vonbrigði hér í upphafi og þú jafnvel sama sinnis eða hvað. Hvernig hefur þessu byrjun verið? Hvernig hefur þú séð hana? Já, algjörlega sammála því. Stigasöfnunin hefur ekki verið góð og við erum ekki á þeim stað í deildinni sem við ætluðum okkur að vera eftir þessa fyrstu 4 leiki. Það er alveg klárt mál. Og hvernig er það að þið vinnið loksins Leikni í síðasta leik, fínn leikur og hvernig var það? Var léttir yfir hópnum í kjölfarið eða og svona bara daginn eftir og slíkt? Já, sjálfsögðu þurftum við þennan fyrsta sigur til þess að létta ákveðnum atriðum. Okkur fannst í okkar leik bæði heima á móti Aftureldingu og móti Vestra á Ísafirði að spilamennskan á köflum væri ljómandi góð, sérstaklega fyrir hálfleikurinn á móti Aftureldingu fannst mér mjög góður þar sem að svona lætist að manni og okkur svona vantaði fyrsta sigurinn til þess að sóknarleikurinn okkar færi virkilega á fulla ferð og oft er þetta þannig að auðvitað bara með sjálfstrausti og öðru slíku að þá er það sem að oft ræður með þennan blessaða herslumun inn í vítateig og við töluðum mikið það fyrir Leiknisleikin að bæta okkar framistöðu inn í vítategunum báðum og við vorum gríðarlega ánægðir með sigurinn í Breiðholtinu. Hvernig maður búast við þið stillið, ég held að sé sama byrjunarlið og síðast er það bara sama kerfi og eru búin að finna taktinn, maður búast við því að þetta veri mjög samskonar leikur settur upp á ykkar hálfu og á móti Leikni? Já, eins og ég held að það sé bara alveg hárrétt metið hjá þér að við erum höfum verið að vinna mikið í því að skerpa ákveðnum hlutum í okkar sóknarleik að okkur hefur, eins og ég segi, spilamennskan á köflum verið ljómandi góð í þessum fyrstu leikjum en vantar svolítið upp á að klára þær sóknir og skapa og búa til eftir góða spilkafla fá ekki betri færi úr því og fleiri tækifæri til þess að skora fleiri mörk þannig að það hefur rosalega mikið snúist það
að skapa fleiri færi og skora fleiri mörk og skerpa á okkur á báðum endum vallarins þannig að já, hár rétt hjá þér, við erum með sama lið og sigraði leikni og vonandi gefur sá sigur okkur þetta sjálfstraust sem þarf til þess að vinna gott lið Fjölnis í dag. Hvernig lítur þú á framhaldi fyrir við tökum þennan leik út fyrir Sviga þetta er nú hörkulið Fjölnis fyrst svo prógrammi framöndan sé léttara en var í upphafi, getur þú að þú séu fram á fleiri sigurleiki á næstunni? Ég held ég kannski metu það kannski ekki endilega út frá andstæðingum heldur hefur bara, það er ekkert launungamál að byrjunin á deildinni hefur verið gríðarlega erfið og bara veðurfarslega séð og ástand vallana, við höfum spilað þetta er þriðji heimaleikurinn okkar á þessu tímabili og hann er vissulega munur á honum, hann er verður betri með hverjum leiknum en í fyrstu tveimur leikjunum náttúrulega bara alls ekki góður og svo fórum við á Ísafjörð og spilum á þungum velli þar og erfiðu veðri í Breiðholtinu og eins og bara allstaðar á Íslandi aðstæður til knattspyrnuiðkunar hafa verið allavega í þessum fyrstu leikjum og liðin hafa verið að þurft að díla við það og gæði leikjana sveiflast upp og niður eftir því þannig að vonandi stendur þetta allt í bóta bæði veðrið og vallar aðstæður þannig að við séum kannski að sigla eins út úr þeirri perjódu af leikjum. Ég ætla að spyrja bara rétt í lokin, þú ert búinn að nota Hlín í hægri bakverði í undanförnum leikjum, við erum samt sem áður með 3 menn sem eru annarkvort bara hreinir hægri bakverðir að spila mikið þar. Er þetta staðan að Hlíns? Sérðu Hlín fyrir þér í sumar í hægri bakverði eða? Við náttúrulega lögðum ekki upp með það í vetur og þegar við vorum að skapa þennan hóp og búa til þetta lið að Hlynur væri bakur okkur. Við fengum auðvitað Hákon Inga frá Kórdrengjum til liðs við okkur í vetur og hann spilaði lungan af undirbúningstímabilinu, meiðist svo í síðasta leik í Lengjubikarnum og missir af byrjun á tímabilinu þannig að Hlynur og Árni Salva kemur svo inn, stendur sér frábærlega í bikarleiknum móti Keflavík, dettur svo út úr liðinu eftir annan leikinn í deildinni og Hlynur kemur inn og Hlynur auðvitað bara hefur margsýnt það, hann getur leyst margar stöður, er frábær varnarmaður og það var eitthvað sem við töldum okkur þurfa á að halda á þeim tíma. Hvaða breytingar eða hvernig það þróast svo í kjölfarið auðvitað bara get ég ekkert sagt til núna meðan við vinnum leikina, þetta snýst það að ná í úrslit og við viljum tengja saman sigurleiki núna, vinna í kvöld og þetta er liðið sem við teljum líklegast til þess. Glæsilegt, þakka þér fyrir og gangið vel. Takk sem liðis. Já, sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Skagamanna, alvöru maraþonviðtal sem þú tókst um það, Björn Þór. Já, það þarf ekki að draga orðin upp honum, Jóni, það er bara þannig. Heldur betur ekki. Þið fóruð aðeins yfir hægri bakvarðsstöðuna hjá Skagamanna þar sem að hafsendinn Hlynur Sævar hefur verið að leysa hana. Já, komur hann svolítið óvart fyrir 2-3 leiki síðan að hann kom inn í hægri bakverðin út af nú eiga Skagamenn bara hreinrætta bakverði, það er náttúrulega Hákon sem er náttúrulega að stíga upp úr meiðslum og síðan er Árni Salva sem kom inn í upphæðu tímabils og síðan Jón Gísli sem hefur leyst þetta ágætlega, þannig að maður veltir fyrir sér hvað verður þegar kemur Hákon inn þegar hann er komin úr meiðslum eða? Maður myndi ætla það að þegar hann er orðinn 100% heill þá muni hann koma að inn og þá er einmitt spurning ef Hlynur er að standa sig vel hvort að verði einhver hreyfing á hafsendparinu. Já, Hlynur er staðið sem mjög vilja hafsend, þannig að það er spurning hvort að hann kemur inn fyrir Pontus eða eitthvað slíkt sko, það getur vel verið að sé einhvað hlýðra í varnarlínunni þegar hann dettur úr hægri bakverði. Algjörlega. Allavega þá reiknum við með stór skemmtilegum leik hér á Akranesvelli og við hvetjum alla sem er að fylgjast með og hafa tök á að mæta að koma hingað og fylgjast með, annars bið ég ykkur bara að njóta þessar útsendingar. Sjálfur ætla ég að fara upp og lýsa leiknum með Erni Arnarsinni og ég ætla að senda boltan nú strax upp á hann. Gjörðu svo vel, Öddi. Takk fyrir það, Sverrir. Og velkomin aftur fyrir hönd IATV, býð ykkur velkomin að skjánum enn og aftur. Þökkum Sverri og Birni fyrir þeirra framlag hérna í upphæfi útsendingar. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að lýsa þessum leik ásamt Sverri Mar hérna eftir IA Fjölnir framundan og ég held að við skulum bara vinda okkur í byrjun á Skagaliðinu eins og þeir komu inn á hér í aðdragandanum að
Óbreytt lið frá því á móti Leikni, við sjáum það hér, Árni Marino í markinu, Arnleifur í vinstri bak, Hlynur Sævar í hægri, Pontus og Jóhannes Wall í miðri vörninni, Indriði Áki þar fyrir framann, Arnór Smárasson og Steinar Þorsteinsson á miðjunni fyrir framann Indriða og síðan út á kantunum Daniel Ingi og Gísli Laxdal og Viktor Jónsson upp á topp. Á bekknum Hákon Ingi, Jón Gísli, Ármann Ingi, Breki Þór, Haukur Andri, Árni Salvar og Dino Hodsits og þjálfarið þeirra Jón Þór Hauksson og kannski sjáum þá byrjunlið hjá Fjölni, sjáum það hér, númer 25 í markinu er Sigurjón Daði Harðarsson, númer 3 er Reynir Haraldsson, númer 4 Július Mar Júliusson, númer 6 Sigurvin Reynisson, númer 7 Máni Austmann Hilmarsson, númer 8 Óliver Dagur Tollasius, númer 10 Axel Freyr Harðarsson, númer 11 Dofri Snorrason, númer 23 Hákon Ingi Jónsson, fyrrum leikmaður IA sem við heyrðum viðtal við hérna áðan, númer 28 er fyrirliðinn Hans Viktor Guðmundsson og númer 29 er Guðmundur Karl Guðmundsson. Sterkt lið Fjölnismanna eins og hefur komið fram, þeir sitja náttúrulega á toppnum á markatölu þó en hún er ansi vænleg í varamarkmaður. Fjölnismanna er Halldór Snær Georgsson og aðri varamenn er Samúel Már Kristinsson, Daniel Ingvar Ingvarsson, Orri Þórhallsson, Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson, Bjarni Þór Hafstein og Árni Steinn Sigursteinsson og þjálfari þeirra Úlfur Arnar Jökulsson. Nú eins og fram hefur komið þá eru Fjölnismenn sem sitja á toppnum með 10 stig eins og Grindavík og Afturelding en með betri markatölu. Í 4. til 5. sætinu sitja Selfoss og Þór með 6 stig hvort lið og síðan koma í 7. og 7. sæti Njarðvík og IA með 5 stig eftir 4 leiki. Sverrir Mar kominn hérna til mín. Já, blessaður. Sæll Sverrir og takk fyrir ykkar framlag hérna niður á vellinum. Já, bara takk sem leiðis. Takk fyrir að gefa okkur tækifæri. Já, algjörlega. Það er bara, þetta er vettvangur fyrir fólk eins og ykkur. Takk. Hérna, liðin er að koma hér inn á. Dómarar í dag eru Elías Ingi Árnason, það er svo sem að stjórnar. Það er alltaf tjálta til. Algjörlega og Hreinn Magnússon og Smári Stefánsson eru aðstofadómarar. En já, það er spenningur í þokunni. Já, algjörlega. Maður sér svona að það er að tínast fólk á völlin og eftir hennar sigurleik síðast, ég meina við vitum alveg hvernig samfélagið á Skaganum virkar, að það er einhvern veginn það brosa allir breiðar þegar Skaginn er á Suðurbraut og það virðist vera svona hægt og rólega aðeins að bætast í. Já, hversu mikilvægt er það fyrir IA sko að tengja saman sigra? Það er náttúrulega komin eins og við sögðum fyrsti sigurleikurinn eftir svona erfiðar fyrstu 3 umferðir. Já, það er óbóðslega mikilvægt að ná, þetta er í raun og veru krúsíal leikurinn. Auðvitað var mikilvægt að fá fyrsta sigurinn en eins og þú talar að tengja saman 2 sigra í röð að þá svona er hægt að búa til smá rönn. Akkurat, Fjölnismenn náttúrulega eins og ég sagði komnir er á toppnum eftir sigur gegn Ægi í fyrstu umferð 1-0, 3-3 jafntefli við Þrótt Reykjavík, 2-1 sigur gegn Selfossi, síðan 6-0 sigur gegn Þór. Já. Þetta svona á pappírunum þegar maður rýnir í þessi úrslit hjá þeim þá erum við að fara að sjá hérna alveg þrusu sterkt lið. Já, og Fjölnisliðið er bara ofboðslega gott og það er bara vel mannað og valinn maður í hverju stöðu. Hér er verið að heiðra Steinar. Hvað er þetta? 200 leikir fyrir IA í meistaraflokki. Það er ekki ólíklegt. Ég held það alveg örugglega. Já, það stemmir. Já. 200 leikir, frábær árangur og hann er nóg eftir ennþá. Já, hann er nóg eftir. Bara ungur maður. Reyndar eitt sem ég tek eftir og það er það að Haukur Andri Haraldsson er komin inn í byrjunarliðið og það er engin fyrirliði Arnar Smárasson. Það er rétt, skarplega athugað. Viktor Jónsson fyrirliða bandi. Akkurat, það hefur verið eitthvað sem hefur þá gerst í uppbytun eða menn hafa verið að prófa eitthvað. Þú ættir nú að vera innanbúa maður þar? Já, ég veit ekki betur en að minn maður hafi verið ansi peppaður í dag og ég sá hann hefja uppbytun hérna áðan en spurning hvort hann hafi fengið eitthvað tak eða ekki liðið nógu vel því að hann er allavega, það þarf mikið til að hann svona fari út af áður en leikurinn hefst og svona stór og mikilvæg leikur. Já, það eru ekki margar fyrri viðureignir þessar liða svona miðað við mörg önnur að samkvæmt gagnagurinn í KSÍ er þetta 18 leiki reyndar þar af
einn í innanúrsfótbolta. Já, einmitt. En með honum, ef hann talið með þá eru liðin algjörlega jöfn á að unnið sikkvara 6 leikina og 6 verið jafntefli, en nota bene, þessi innanúrsleikur var Fjölnis-sigur, þannig að við tellum hann bara ekki með. Nei, við gerum það ekki. Það er alveg klart mál. Já, bara eðlilegt að liðin hafi ekki spilað neitt óbúslega oft. Hvað er Fjölnir 40 ára gammalt lið? Já, 43 fyrra. Megnið að þessum leikjum eru þó í efstu deild. Já, einmitt. Og en já, svarta þoka hérna. Já, áhugaverð þoka. Já. Sem svona lættist yfir 5 í dag. Já, það var bara, við vorum að koma okkur fyrir hérna á vellinum og horfðum út yfir Faxaflóana, þá horfðum maður á hana bara að koma. Algjörlega. Svo hvítan vegg. Ég nefnilega keyrði hérna inn hérna rétt fyrir 5 í dag í sólskinni og svo var ég mættur á æfingu rétt rúmlega 5 og þá var komið þoka. Algjörlega. Þetta er nú fyrirbæri sem að austfirðingar þekkja ágætlega. Já, heldur betur. Kannski ekki eins algengt hér. Nei. Ég þekki hana vel frá mínu sumri árið 2016 á Norðfirði. Já. Það var oft ansi langur tími sem að þoka þar. Já, en þá er leikurinn komin í gang. Það eru Fjölnismenn sem að hefja leik. Við erum að horfa hérna á sínum 3 manna varnarlínu. Já. Þeim megin. Já. Og Skagamenn búin að vinna boltann strax. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig Skagamenn hefja leikinn, hvort að maður hefur verið að velta í fyrir sér að henda nú ekki í að illa að liggja tilbaka og ná að sækja hratt með varnarlínu andstæðingarna framalega á vellinum. Nei. Sjáum hérna strax langan bolta upp í hornið á Steinar. Það er rangstæður. Rangstæðan dæmt fyrir rest. Nei, það er alveg rétt og það svo er bara spurningin hvort að það sé upplegg sem að ía á að mæta með inn í leiki í lengjudildinni. Þetta á einhverju tímapunkti þurfa menn að kynkja stoltinu að sjálfsögðu en maður er svona að vonast til þess að liðið sé allavega að drilla til þess að geta stýrt leikjum og svona verið með yfirhöndina á boltanum og það eru nú alveg sömuleiðis leikmenn inn á vellinum sem að eiga að geta það og ætti að geta og eiga bara að gera það því að það er það sem er lagt upp með. Hér eru Skagamenn búin að vinna boltan hátt á vellinu. Viktor Jónsson, já, kannski leikmenn sem að áhorfendur ætti að hafa augun á Fjölnismegin. Hákon Ingi að sjálfsögðu með 4 mörk eins og Máni Austmann. Já. Hilmarsson. Óbúslega sterk 3 manna framlína sem að gæti allt eins verið að spila í efstu deild í rauninni. Það var allir spilað fjöldanallar leikinn þar. Axel Freyr óbúslega snöggur á hægri kantinum og Máni Austmann lunkið með boltan. Hákon auðvitað bara sami tankur og við þekkjum frá því að hann spilaði hér og klókur framherri sem að leysi stöður vel og góðan vinstrifót. Hákon Ingi setur pressu hérna á öftustu menn. Langur bolti fram að hreinsa frá af Hansi Viktor. Arnleifur missir þennan út af. Arnleifur Hjörleifsson búinn að byrja tímabilið ágætlega sóknarlega, búinn að leggja upp 2 mörk í þessum 4 fyrstu. Já, og það er svona hans hvað segir maður? Styrkur? Já, styrkleiki. Hann auðvitað lagði upp eitthvað 14 mörk fyrir kórdrengina úr vinstri vangbakverði í fyrra. Og það er alltaf ótrúlega tölur. Algjörlega og einhverjum óútskýranlegum ástæðum var hann ekki valinn í liðið ársins þar. Ívar Örn Jónsson í HK fékk þá nafnbót en ég barðist með kraft og kló fyrir því að hann yrði þar en ég fekk það ekki í gegn. Fréttir af fyrirliða Skagamanna, hann meiddist í uppbytun og fekk í nára hamstring festinguna. Okay. Hvað það þýðir verður einhver annar að útskýra, mögulega systir mín bara. Já, þau eru að fara að hittast væntanlega eitthvað á næstu dögum og vikum kannski. Já, sennilega. En það getur verið þrálát meiðsli. Já, þegar þú ferðar svona í festinguna þá á það til að vera lengur heldur en vöðvir. Þannig að vonandi bara rétt ákvörðun að stoppa núna. Já, Skagamenn snöggir að taka þetta. Viktor á Haukur í skoti, það er blokkerað
vandræði þarna já, Júlíus að koma þessu frá en náði á endanum Máni hirðir hann þar, sendingin frá honum tæp, Viktor er ekki að finna samherja, kemur síðan langur bolti fram. Þetta er nákvæmlega það sem við þurfum að fá frá Hauki, þessi hlaupi gegn annarkort með eða án bolta sem hann tekur bara af skarið og keyrir á stað og biður boltan eða tekur hann með sér. Þetta er akkurat það sem við þurfum að fá frá honum. Áhugaverður listi sem var gefin út í Dr. Fútból í dag. Ég veit ekki hvort þú varst búinn að hlusta á það var farið yfir 20 bestu ungu leikmenn Íslands fædda 2004 og undir og síðar. Já. Þar var Haukur ekki á lista og heldur ekki í honorable mention þannig að hann bara fekk ekki einu svona nefningu í þættinum. Þannig hann hefur sér búinn að heyra þessu? Alveg 100% búinn að heyra þetta. Daniel Ingi var á listanum og hvort hann var í 13. sæti held ég sem gott en Haukur klálega vilja að vera á þessum lista og nú bara tækifæri fyrir hann til þess að sína það að hann er heima þar. Ekki spurning. Haukur auðvitað verið til skoðunar svo sem erlendis. Já, algjörlega og verið partur af þessum undir 19 ára hópi og einn af fáum 2005 sem hafa verið þar. Það hefur aðalega verið hann og Jói Kitti Bjarna og Róbert Frosti Þorkelsson sem hafa verið þegar þrír hérna í feiki sterku 2004 landsliði sem auðvitað er að fara að spila á lokamóti eftir mánuð. Já, spennandi tíma framöndan þar. Já. Kemur kastið inn á Oliver, hann er að snúa upp að endamörkum en þetta er of framalega fyrir Axel Frey. Þetta fyrir aldrei rólega af stað. Já. En hann er kannski alltaf að taka fram völlurinn, hann lítur tölvöld betur út allavega, hann er svona fjarska fallegri heldur en hann hefur verið en maður er ekki að labba langt inn á hann til að sjá að hann er viðkvæmur. Já, hann er mjög viðkvæmur og ef hann er eitthvað í líkingu við æfingasvæði sem ég var nú á æfinga á fyrir klukkutíma síðan þá er hann ansi þungur og blautur. Já. Þessi bolti farin út á núna. Hans Viktor lætur Sigurjón Daða í markinu eftir að taka þennan. Fínasta pressa hjá Viktori þarna. Þriðja, fjóra skiptið sem hann svona kemur með þessu óvart þarna. Já. Það er virkilega gott og það er bara spurning hvort að manni hefur fundist hann svona miðað við gæði og miðað við það sem hann á að taka til sín og verður að gera í liðinu og hefur hann svona í svona fyrstu leikjunum verið svona smá tíndur inn á milli. Við höfum búin að gera 2 mörk og gera það vel en hann er svona hefur saknað hans aðeins í uppspilinu og svona að taki meira til sín og vonandi verður þessi fjarvera Arnórs bara til þess að hann stíu og taki meira til sín og verði meiri partur af svona venjulegu uppspili. Kemur Sigurðinn fyrir brotið þarna á Hákoni, Jóhannes Val fer aftan í hann og Steinar ennþá aðeins svona ósáttur við að hafa ekki fengið aukaspyrnu hérna stuttu áður. Já. Akkurat þarna en þetta var kröftu tækling hjá Jóhannesi þarna. Já, kemur að flegi ferðan þarna. Já, aukaspyrna á bara mjög vænlegum stað. Þetta er skemmtileg blanda í þessu Fjölnisliði. Svona margir strákar á besta aldri. 23 til 30 og svo eru Dofri og Guðmundur Karl þarna, gömlu kallarnir. Ég held að við séum að fara þá, nei, við erum ekki að fá skot, kemur boltið inn á fjársvæðið, skallað aftur inn í teginn en beint í fangið á átnavarinn og Hans Viktor þarna. Sterkastur í loftinu. Virðist nú vera örlítið betra að spila boltanum eftir jörðinni. Já, töluvert, heldur en við höfum séð allavega sérstaklega á móti Grindavík. Já, það var náttúrulega hræðilegt. Stenst illa samanburð. Árni með slagan bolta fram á við en færi hann til sín aftur. Viktor Jónsson skólaus sér
inn í miðurringnum. Hvernig fór hann að því? Það gerist nú sjaldnast að sjálfu sér. Það er alveg störi stíð á hælna á honum eitthvað. Það eru 2 aðri leikir í lengideild karla í kvöld. Grindavík tekur á móti Aftureldingu, hörkuleikur þar og Selfoss tekur á móti Þrótti frá Reykjavík þar sem að staðan er orðin 1-0 fyrir Selfoss. Já. Talandi velli, þá er jáverkvöllurinn á Selfossi alveg frábær. Já. Íða grænn og fallegur og það var ekki að sjá á hvernig leiknum í gær að það væri nokkuð á hann. Hér kemur fyrsta skotið á mark. Það er Máni Austmann og Árni Marino þurfti alveg að taka aðeins á þessu. Já, þetta er svona fljótt að gerast. Já, vinna boltan hátt á vellinum hérna. Spilaði þetta fram hjá Indriða og svona skrítið fótavinna hjá Árna hana. Hefði ekki þurft að vera svona mikil teygja hjá honum. En 10 mínútur einar og fyrsta hotspinnan á frölinni. Kemur inn á fjársvæði, Viktor Jónsson stekkur manna hæst og stangar hann í burtu. Já, sáum að Árni Marino lág eftir þetta, en greinilega... Hér er fyrsta dauðafærið og er þetta ekki Hans Viktor Guðmundsson sem að skorar fyrsta mark Fjölnis. Þetta var slísalegt. Boltinn skaust í gegnum allan pakkan. Þetta var ansi klaufulegt. Þetta á bara hreinlega ekki að gerast að þetta fer í gegnum einhverja 8 menn þarna á leiðinni á fjárstungina. En við sjáum þetta aftur hér. Kemur fastur bolti í gegnum að hann spýtist bara beint í fætunar á honum. Gerir reynda vel að leggja hann fyrir sig þarna. Já, gerir það frábærlega. Hlynur þarna vitlausum megin við hann þegar það er lenda í návíinu og hann svona næra að stíga hann frá sér með góðri fyrstu snertingu. Já, það er komin brekka mark snemma leiks, ekkert ósvipað. Þetta þó er öllítið seinna en á móti Grindavík einmitt. Já, en við munum ekki sjá Fjölnismenn fara í sama leik og Grindavík alveg klárlega ekki. Þeir munu setja hærra á völlin og munu reyna að setja pressu á Skagamann. Skora fleiri mörk eins og þeir gerðu í síðasta leik. Fjölnir vann ÍA síðast 2016 í Pepsi-deildinni. Það var á Fjölnisvellinum. Þeir hafa ekki unnið hér síðan 2015. Það var í bikarnum. Árni með langan bolta fram. Viktor í rangstöðu, ákveður að láta hann eiga sig þarna. Indriði út til hægri. Vel lesið af Reyni Haraldsinni. Og setur hann aftur fyrir. Það erum að fara að koma kantmönnunum okkar inn í leikinn. Þeir hafa bara hvorur fengið boltan hérna á fyrstu 12 mínútum. Það er að koma boltanum aðeins utar á völlin og svona ná að færa hann aðeins að vilja kanta og hreyfa vörnina hjá Fjölni. Hún hefur bara verið í Café Síkó hérna hingað til. Já, Árni út á kantinn á Hlyn. Steinar nær ekki til boltans. En innkast sem að ÍA á. Hlynur fram á Viktor sem að reynir að feita hann upp í hornið á Gísla. Gengur ekki. Hákon Ingi gríða sterkur hérna. Pontus þarf að brjóta á honum. Já, mjög svo. Og aftur frá Fjölnismenn. Aukaspyrnu á fínum stað. Taka þetta stutt hérna, Dofri. Reynir fyrirgjöfina, Haukur gerir vel hérna. En smá einbeitingarskortur hérna. Já, það menna bara strax búist við að þessi bolti kæmi bara inn í teig sama hvað. Kemur önnur hotspinnan inn á fjær og það er skallið sem að Fjölnismenn eiga. Indriði sen er að skýla þessu aftur fyrir
sterkur þarna. Eins og við varum að segja þarna rétt áður en að þeir náðu svo að skora í fyrra hotninu að þá eru þeir að pakka mjög mikið í kringum Árna Marinó og virðist vera bara algjört upplegg að búa til þétta pakka þar og svona ekki hleypa honum upp í þessa bolta og hann lá eftir fyrra hotninu. Já. Undir pressu, missir boltan, Hákon nær ekki að komast inn fyrir. Finnur Sævar með smá pláss hérna, finnur Viktor í fætur og Viktor aftur á Hlyn. Síðan reynir hann sendinguna í gegn á Steinar, gengur ekki. Leður Hlynur fær boltan, það er eina boðið sem hann fær er bara beint upp línuna í hlaup á Gísla Laxdal sem að hvorki svona sprengir á móti til þess að veiða bakvörðin með sér eða keyrir á bakvið til þess að koma svo á móti. Þetta er bara einfaldar fæslur til þess að svona aðeins að búið sér til pláss. Hann bara joggar með fram línunni og býður eftir að sendingi komi sem að kemur svo alltaf aldrei því að Reynir er það bara frábælega staðsettur. Hættur að sókn hérna. Uppspilið hjá Fjölnismönnum eins og er að skila þeim, bara hátt á völlinu í góðan stöður. Algjörlega. Þeir eru bara að leysa þessa fyrstu pressu vel og hún, eins og ég talaði í upphituninni, þá var uppleggið hjá Skagamunum að pressaði meira 4-4-2 með Arnór og Viktor í svona samvinnu framála vellinum sem hefur svo þurft að riðla eftir að Arnór dettur út en bara svona spurning hvort að menn séu ennþá eitthvað að reyna að finna sig þarna. Reynir með boltan inn á teig, hann dettur niður í teignum. Vandræði að koma þessu frá en er að Hans Viktor sem að er sterkastur þarna út á Guðmund Karl. Júlíus með boltan, já bara skot á mark. Auðvitað fyrir Árna Marinó. Það er svona sér að Árni horfir fram völlin hvort það séu vænlegt að setja hann hratt í leik en hefur ekki ennþá haft möguleikana. Arnleifur er pressa það er náttúrulega bara nummer 1 og 3 Gísli sem á að vera að keyra af stað og reyna að finna eitthvað pláss á bakvið. Ekki spurning. En við erum að sjá Skagamenn eiga bara í töluverðum erfiðleikum með hápressu Fjölnis hérna í upphæða leiks. Já, Indriði er svolítið einangraður 1 á móti 2 inn á miðjunni og svona sömuleiðis búin að vera óvæntar fyrstu 15 hjá Indriða sem er búin að gera 2 mistök nú þegar. Hann er vanur að gera bara 0 á 90 mínútum. Þannig að þetta er svona, já, það er ekkert óbærslega góða bræður yfir þessu hjá Skaganum svona til að byrja með. Vantar að Haukur og Steinar komi kannski aðeins neðar og hreyfi aðeins við varnarmönnum Fjölnis og þá meina ég þeim varnarmönnum sem eru á miðsvæðinu hjá. Já. Þá koma Fjölnismenn enn og aftur. Máni Austmann sendir inn í gegn og Árni út úr markinu en Jóhannes tekur boltan undir pressu frá Hákon Inga. Daniel síðan er að framlengja þetta og Viktor þetta er ágætlega gert. Daniel missir boltan síðan of langt frá sér og er dæmdur brotlegur. Þetta er klauvalegt. Sjáum þetta aftur hér að þessi snerting hér. Nei, næsta snerting hérna og 50-50 bolti og Fjölnismenn er á undan. Lítið við þess að segja en Daniel er þetta vel. Haukur. Þetta eru vantar töluvert upp á nákvæmni í sendingunni hérna og hér fyrir Daniel Ingi niður og ekkert dæmt. Ég las þetta vel að komst inn í þetta. Já, ekki eins og við getum fengið að sjá þetta aftur. Þeirra færi gefst og leikurinn fer aftur í gang og Skagamenn voru snöggir að taka þetta innkast. Ekki meðvitað að Daniel Ingi liggur þarna. Getur fengið að sjá það. Þannig kemur Viktor.
Já, og svo Nei, kemur boltinn, hann hérna Daniel. og Hann verðist ná aðeins í öllana. já. En ekkert dæmt. Daniel virkaði nú þjáður þegar hann fór niður. En afturheldingar menn komnir yfir í Grindavík. Þar er staðan 1-0 fyrir Grindavík. Nei, fyrir afturheldingu segi ég, menn nokkuð áhugaverð staða. Mjög svo og ég vil meina Fyrsta markið sem Grindavík var á sig í deildinni. Já, rétt. Ég vil meina að það sé bara mjög jákvætt fyrir deildina því að mér finnst Grindavík vera líklegra til þess að halda þetta út heldur en afturhelding. Ég held að afturhelding muni tapa fleiri stigum þegar það líður á. Þannig að mér finnst mjög jákvætt ef að Grindavík tapar þessum leik í dag. Þannig Steinar Þorsteinsson fær hérna smá leiðbeiningar frá þjálfaranum. Það kannski er rétt að minna fólk á að hægt er að fylgjast með dagskráni hjá okkur á iatv.is og þar meðal annars er framundan Kári Kormákur Kvöt. Styttist í það og eins IH í meistaraflokki kvenna. Kvennaliðið að fara eins og áhorfendur IATV vita, fara virkilega vel á stað og unnu sterkan sigur á Íringu nú í vikunni. Og upptök af þeim leik eins og af öllum okkar tæplega 400 útsendingum frá því að við hófum störf eru aðgengileg bæði á iatv.is og á YouTube-rásin okkar. En hér koma Fjölnismenn. Haukur vinnur boltan. Steinar setur hann í gegn fyrir Gísla Laxdal. Gísli nær þessum, hann nálgast hér markið, setur hann út í teginn yfir aftan Viktor en þarna var Viktor komin aðeins og vinnalega mögulega. Það er gert hjá Steinar að setja hann bara beint fyrir framan og það er bara hlaupa á honum. Haukur vinnur boltan aftur fyrir Ríad, smá vandræði hjá Fjölnismönnum og fyrsta hotspinna Skagamanna. Staðreind. Já, það er jákvætt. Já, þetta var Haukur vinnur boltan hér og Steinar bara snöggur að hugsa. Er þetta það sem Jón Þórs var að segja um að gera? Þetta er rétt á? Það væri kannski full einfalt sögurskýring en Þarna veit maður eiginlega bara að sjá Gísla bomba boltanum í Viktor sko. Bara sama hvað hann er. já, Maður er bara að vita hvað hann er og neglunum á. Steinar lyftir þessum inn á teginn, Jóhannes Val vinnur skallan. Fjölnismenn á ekki að hreinsa, Hlynur aftur inn á fjársvæðið. Þar er Steinar, lúrir hann en það er Hans Viktor sem að kemur þessu frá. Það er mikið betra núna frá Skagamönnum akkurat þessa stundina. Þokun er ekkert að létta sýnist mér. Árni lyftur þessu út í áttina Daniel Inga, Dofri hreinsar það frá. Haukur á Steinar. Gísli vill fá hann, fær hann. Hefur gengið betur að finna hann núna, kemur með boltan inn á markteginn. En Júlíus Mar reynsa frá. Það er einmitt málið, ef hann á að vera fljótur að færa boltan, þá er pláss fyrir Gísla. Það bara gekk ekki neitt til að byrja með. Nei. Það er hálfleikur akkurat hálfnaður núna. Með innkastið, Hlynur nær ekki að fleita honum áfram. Máni nær ekki að reynsa, fín pressa frá Hauki Andra. Selfoss 2, Þróttur Reykjavík 0. Selfossingar að fara sterkt á stað. Var nú svo sem ekki spáð góðu gengi. Við sem þekkjum í Network Martin og þetta vitum að það má spá honum hvað sem er og hún gjör svona drullu saman það. Já. Mætir með sýtlið í toppstandi alveg sama hvenær og hvað.
Jóhannes Val fram á Haugandra. Þessi bolti út af. Hár fótur hérna hjá Sigurvin en ekki dæmt því þarna vildi nú Skafur fá yngastið, fengu ekki. Hann sýndist að farin þegar Máni dróð hann aftur fyrir sig. Hákon sterkur hérna, vel gert hjá honum, kemur á Mána. Máni rekinn tilbaka vindri átta. Guðmundur Karl skiptir yfir á Dofra. Dofri síðan reynir sendingunum fram á því beint á Arnleif sem setur hann langan fram. Sigurvin og Hákon nær að taka hennar niður út á Reynir fer í skotið bara og það er beint á Árna Marino. Við séum þarna kemur einhver skrítin sending fyrir fram að vörðinu að Hauja og það er ekki séns að eiga við Hákon Inga Jónsson í þessari stöðu með baki í marki. Hann er alveg ofboðslega sterkur og þú hleypur ekkert fram fyrir hann svo glatt. Nei. Eins og Pontus Lindgren er að átta sig á núna á þessum fyrstu 25 minútum sko. Indriði settur undir pressu. Hlynur lyftir þessu fram á því. Viktor kom hann úr rangstöðunni og er flaggaður. Eins og var að tala á hann að það þurfa Steinar og Haukur að koma meira og sækja boltan. Þarna er Indriði búinn að opna alla miðuna, búinn að leggja boltan aftur á hlinn og það er galopið pláss fyrir annarkotn þeirra til þess að koma niður í að koma inn í og fá boltan. En hvorugur þeirra býður upp á það. Steinar hleypur í gegn og Haukur einhvern veginn bara aldrei tengdur þarna í þessar sókn. Nei, innpressa á Viktori og hver á þetta? Það er Hlynur. Voru nú ekki alveg vissir í sínum sök hérna, þremenningarnir. Og Dofri er lagstur. Það er nú ekki jákvæmt fyrir Fjölnismenn. Nei. Reyndur, greinilega fann að það var eitthvað að og settist bara. Það er ekkert að... Nei, hann er ekkert að djöflast neitt á okkur. Það er bara skipting. Já, það er bara svoleiðis. Það var nummer 14. Það er þá Daniel Ingvar Ingvarsson að koma inn á. Það byrjaði stór sigurinn gegn Þór. Strákur fæddur 2004. Já. Og sterkum árgangi í 2004 hjá Fjölni. Svona var máttastorpin eða svona kjarnin í Vangi Júpiters liðinu sem að bæði fóru upp úr fjóruðdeildinni og spilaði svo í þriðju í fyrra. Spurning hvort að Dofri Snorrason hefur mögulega verið tæpur fyrir leik og vitað í rauninni. Gæti verið. Eins og hann fór niður að þarna hann fundið eitthvað sem hann bjóst við að gæti komið. Það er svona, fannst einhvern veginn, virðast einhvern veginn þannig. Já, það lít alveg dótt út og það er alveg rétt. Já, en Daniel Ingvar kominn inn á, þá getur þetta farið aftur á stað. Og það er innkast sem að Daniel tekur. Finnur Hákon. Fínt að sjá það bara svona strax að hann getur kastað. Já. Axel tilbaka á Daniel skiptir yfir á Július Skalið leggst svona bakkar undan þeim hérna. Svo er spurningum að einmitt að gera eitthvað úr þessu þegar vinnan hratt en þetta er ekki vænlegt. Þversending hérna inn á miðsvæðið. Reynir kemur utan á hérna. Reynir nær að lyfta honum út í teginn. Arnleifur hreinsar frá. Beint á Guðmund Karl. Út á Sigurvin.
fær hann aftur frá Axel þarna og setur hann aftur upp í horni. Þetta er vel spilað hjá Fjölni. Boltinn inn á teiginn, Hákon í baráttunni og hver átti þess að síðustu snertingu? Það er Hákon. Já, þetta er bara eins og þetta er vel spilað hjá Fjölni og virðist þetta bara vera allt og einfalt. Það er bara ein snerting og svo er hann laður hann út og á mann sem er bara galopinn út í hægra megin og einhvern veginn vantar hjálpavörn og að menn sé að stýra svona varnarvinnunum saman. Viktor sterkur í loftinu þarna. Gísli nær að halda sér ná. Nú er Indriða. Indriða með smá tíma núna. Haukur tekur hlaupið. Skiptingin yfir á Arnleif. Arnleifur og Daniel. Hann fer í árásina á nafna sinn. Fer síðan í skotið. Ekkert að þessu þetta hann. Nei, alls ekki. Og Indriði brýtur á sigurvinn. Þvingaður í brotið hann að Indriði. Indriði fær smá tiltal. Engin spjöld komin en þá í leikinn. Það er að hálftími er liðinn. Já, þetta er algjör óþarfi. Nei. Sigurvinn staðan á fætur. Það er hins vegar komið rautt spjald í Grindavík. Já, á Grindvíkinga. Já. Það er á Guðjón Pétur Lýðsson. Já. Það eru risa fréttir að gerast í Grindavík. Þetta er Pétur. Beint rautt spjald. Já. Þetta er 24 mínútur. Já. Hvað líka hann hafa gert? Jóhannes Val tekur á rásina, skiptir honum yfir á hægri, þetta er aðeins og stutt, Reynir er að skalla þetta frá beint á Hlín. Hlínur á Steinar. Steinar fer á stað en ekki heppið með snertinguna þarna. Gott þegar móður mín og Gull og Sverris er ekki að stýra þessum hvatningaróðum hana. Það kæmir ekki á óvart. Sigurvinn Pontus vinnur boltan aftur, setur hann upp í svæðið, Gísli eldir. Július er á undan. Og losar þetta fram beint á Indriða sem að finnur Steinar. Steinar upp í hornið á Gísla sem að er þar einn á öðum sjó, setur hann inn á teginn. Guðmundur Karl lendir á fyrsta varnarmanni bara hreinlega. Þannig að kannski vill maður sjá aðeins meiri gæði í fyrirgjöfinni. Já, bara meiri trú að sé á leiðinni á hausinu á Viktori. Já, trú á þessu. Það er bara engin samfæring í þessari fyrirgjöf. Steinar með hotsputnuna en á að skalla þetta frá. Arnleifur nær að taka niður. Reynir sendinguna þarna gekk ekki. Haukur vinnur boltan út á Steinar. Steinar með hann inn á fjær og þegar þetta er slegið frá Sigurjóni. Sen kemur skotur og Daniel og hann ver aftur. Já, besta færi í Skagamanna. Og það eftir 32 mínútur. Og Sigurjón Daði liggur eftir. Þarna var alveg fyrirgjöf. Já, akkurat. Við kannski séð þetta aftur hérna. Haukur vinnur boltan hátt og Steinar með virkilega fína fyrirgjöf. Daði, hvað hefur gerst þarna? Já, lendir örugglega illa þarna og fær kannski og við hefum hvernig það stendur núna að fengi boltan í magan svo. Já. Eða þindina. Úr honum allur vindur. Já. Þannig já, leikurinn var stöðvaður, þannig að Skagamenn með boltan. Já. Tveir leikir í gangi í bestu deildinni líka. IBVF að vinna HK þægilega heimavelli 3-0. KR-ingar 2-1 yfir gegn Fylki í Árbænum. Já.
sá leikur hófst á sama tíma og þessi leikur hér. Já, IPVF 3 liður gegn Loka, það er mjög áhugavert. Á Steinar. Steinar reynir sendinguna upp í hornið á Gísla. Þetta er hreinsað frá og niður á sand. Gísli er að komast fram hjá Reyni, missir hann svo frá sér. Hákon tekur hann niður. Pontus kemur í hjálpavörð þarna. Ingar sem að skæna á. Jóhannes skiptir yfir á Arnleif. Ná að loka vel. Opni með sendinguna út á kantinn. Linur nær að taka niður, gerir þetta vel. Setur hann upp í hotnið en Június nær að teygja sig í hann. Viktor finnur Gísla hins vegar. Steinar fer í hlaupið fram fyrir hann. Gísli er ennþá með boltan. Leggur hann út á Hauk. Haukur langar í skoti. Finnur Viktorinn á teignum og boltinn hrekkur hann að varnarmanni og Sigurjón Daði nær að kasta sér á hann. Ja, þetta var fínt spil. Dálítið tilraunakent en gott að ná að tengja það saman allavega. Þarna vantaði í rauninni Viktori bara örlítið pláss til að ná skotinu í annari snertingunni hann. 10 mínútur eftir af venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik. Fjölnismenn leiða enda á hérna 1-0. Kemur pressan Pontus út á Hlinn. Hlinnur er að halda þess inn á. Kemur tilbaka á Árna Marino sem að skiptir yfir á Arnleif. Arnleifur sér hérna hlaup frá Hauki Andrasen er að taka hann með sér. Sendingin frá honum ekki nógu nákvæm. Framalega fyrir Viktor Jónsson þarna. Haukur búinn að fá hann aftur hér úr innkastinu. Finnur Daniel. Daniel lyftur sig yfir á fjársvæðið. Viktor í baráttunni en Hans Viktor er sterkari. Já. Viktor eitthvað kvart undan olbúðana. Jóhannes finnur Hauk, hann framlengir á Steinar, Indriði tilbaka á Pontus. Finnur Sævar. Máni eftir hann. Hann er að reka hann tilbaka. Það er alltaf mikið verið að bíða eftir hvað boltamaðurinn ætlar að gera. Já. Hlynur fær boltan hérna, búið að gerast nokkur sinnum að menn eru hvorki af leiðinni hlaupið en ég að bjóða sig í lappir þessum að verður einn að stinga sér á bakvið og annar að koma í fætur. Það ætlir bara að standa og bíða og sjá hvað Hlynur ætlar að gera. Svo þurfa menn að bregðast við því eftir á. Já. Daniel tilbaka á Viktor, fær hann aftur og það er rangstaða dæmd. Fjölnismenn kannski ekki ógnað mikið, kannski síðustu 10. Nei. Hvort að það er hverju það er að þakka, hvort að það er bara Fjölnismenn að hafa ekki sama drifkraftin í að bæta við marki eins og í að jafna. Já, nei, ég held að það sé nú ekkert endilega það. Það er bara svona, þeir hafa kannski aðeins stigið af bensíngjöfunni. Það er bara svona, já, ég veit ekki alveg. Þetta á það alveg til að gerast þegar við komast yfir að einhvern veginn hleypaðu andstæðingnum inn í leikinn. Bara með því svona aðeins að gefa eftir. En hér koma þeir eins og er. Daniel reynsælda frá Sigurvin, skallar hann í 8 tegnum. Pontus, Guðmundur Karl tekur hann niður. Finnur Reyni lyftur sig yfir á Fjær, aðeins og hár. Þarna fyrir Hákon.
Snertingin frá honum ekki þetta- nógu góð. En þetta er nefnilega nákvæmlega máli. Þannig að kemur bara hátt og snjallt garg frá Jóni Þór og biður Haugum að fara nær þessu. Og þá opnast þetta pláss fyrir Daniel Inga til þess að koma inn á völlinn. Það eina sem að Haugur er að gera með því að fara nær er að draga Oliver Dag þarna með sér. Akkurat. Skagamenn reyna og reyna enn. Indriði tilbaka á Jóhannes. Steinar eftir á Jóhannes. Bolti komið tilbaka á Árna Marino undir pressu. Losar hann þá langt hérna út til hægri. Það vantar einhverja hreyfingu án bolta. Boltamaðurinn oft í töluverðum vandræðum, en hérna er fínt upphlaup en snertinginni á Hauki svíkur hann. Þetta er svona 2-3 sóknir núna sem að líta rosalega vel út. Svo er bara svona smáatriði sem að klikka. Og það er alltaf bara eins og Skagamaðurinn Arnar Gunnlaugs er alltaf að tala um að fótbolti er game of margins. Það eru smáatriðin sem að skera úr hvort liði vinnur og hvaða liði vinnur titilinn. Já, ég man eftir líka ræðu sem Al Pacino hélt með svipuð inntaki. Ætli hann fáið ekki það? Sennilega. Ég gæti alveg trúa að hann sé mikill gottfæður maður. Já, Viktor er í rángstöðu hérna. Reynir eins og hann getur að gera lítið úr sér, en aukaspyrna dæmd á Steinar. Ég held bara að hann hafi ekki getað annað en að flauta og mómentið var búið fyrir rángstöðuna. Já, flaggið var komið niður aftur. Já, hann einhvern veginn sá að sér hana og flautaði bara einhverja óvænta aukaspyrnu. Hlynur skallar þennan út fyrir. Við hefum nú eflaust búast við, kannski einhverjum 3 mínútum í uppbótartíma. Já, klálega. Bæði Daniel Ingi og Dofri búin að liggja aðeins. Kon með Pontus í bakkinu og það er erfitt boltinn yfir á fjársvæði. Arnleifur með ekki nógu góðar Hreinsson Sigurvin síðan í áhugavert skot. Það vantaði svona samfæringuna þarna. Já. Og vel yfir. En eftir sjáum við bara hvað Pontus er í miklu vandræðum með Hákon Inga og ég held að það sé bara mjög augljós ástæða á milli þessa að hann er að líma sig á Pontus frekar heldur en Jónas Var. Já. Hann sendur upp í hornið aðeins og framalega fyrir Steinar eða hvað. Nei, Steinar gerir vel í að ná að teygja síðan þarna. Boltinn aftur fyrir. Spilna fram Indriði þarna og Guðmundur Karl í baráttunni. Gísli þarna vantaði lítið upp á kofunum fram hjá Reyni. Hlynur á Viktor, fær hann aftur og þetta lítur að vera, nei, þetta er ekki Skagainkast. Reynir kastar langt fram hérna. Axel kominn hérna yfir til vinstri núna. Hilspressa Daniel með smá pláss núna hérna. Kemur með hann fyrir markið. Hákon er að taka niður. Reynir að framlengja hann hérna. Gengur ekki. Reynir tilbaka. Julius, Viktor pressar á hann. Fín pressa, Pontus er undan Hákoni núna.
og nú það Hákon sem að brýtur á honum. Þetta náttúrulega það sem að Pontus þarf að gera, að komast bara fram og vera á undan honum í boltan. Já, sem að eins og ég talaði hann gerir ekkert svo glatt. Afturhending komur í 2-0 yfir gegn Grindavík, í Grindavík. Grindavík færra. Einu færri og þetta segja þungavíktamanni færri. Já, það er ótt segja. Selfoss tónu lifi líka, ekki? Jú. Daniel lyftir þessu í áttina af vörninni. Hans Viktor reynsar þetta frá Jóhannes. Gísli og Hlynur hérna 2 á 1 hægra megin en Reynir staðsetur sig vel hérna. Steinar gerir vel í að koma boltanum á Hlyn. Hlynur horfir inn á teig, kemur með hann inn á tegin. Reynsar frá. Indriði tekur frákast. Á Arnleif. Hlynur. Góð snerting þarna. Máni fer á stað. Hlynur með fína pressa á hann hérna en Máni gerir þetta með frábær tækling síðan á Hlyni og jafngóð tækling á Steinari. Þetta vilja menn sjá hérna í stúkunni. Haukur. Daniel ennþá með boltan, missir hann frá sér. Þetta er hann út í sandinn. Nokkuð sinni hjá Daniel, búin að vera svona aðeins og lengi að losa sig það. Já, Jóhannes kemur þessu tilbaka á Árna. Árni á Indriða. Og Arnleifur. Sendingin arfaslög frá honum. Jón Þór Hauksson grípur bara höfuð á sér og hann horfði á þetta. En Arnleifur búinn að vinna boltan aftur. Búinn að stað. Steinar á Hlyn. Hlynur. Þetta möguleika að loka vel fyrir framan boltan Fjölnismenn. Skamenn líka bara og seinir að bjóða upp á eitthvað. Arnleifur kemur í fyrirgjöfina, Viktor fer í boltan, Júlíus nær að koma þessu frá og Daniel síðan langt og það er Hákon á Jóhannes er á undan honum og það er bara innkast. Leikloki í Vestmannaeyjum, 3-0 sigur IBVF gegn HK. Komið svolítið síðan þeir unnuleik. Vestmannaeyingar að lyfta sér í 9. sætið. Það er gott að þeir verið ekki tapað einhverjum 4-5 í röð. Jú, það er bara meira. Já. Það var nú töluvert í fréttum bara. Fyrir stuttur síðan. Já. Þeir unnu þarna Breiðablik og Keflavík í 2 leikjum í röð og síðan það er tapað allir minna. Pontus kemur upp með boltan. 2 mínútur komnar í uppbót. Við giskum á 3. Sjá hvort að við höfum rétt fyrir okkur með það. 4. 4. Það er útsendingastjóri. Gott hlaupi á Hauki hérna. Haukur fellur síðan við, en það er innkast. Haukur fann fyrir þessu. Já. Fær boltan hérna, Arnleifur síðan með fyrirgjöfina. Viktor sterkur, nær ekki að skalla að stýra þessu á markið. Haukur og rangstæður. Já, varamannabekkurinn hjá Ía var ekki hrifinn af þessum dómi. Sannfærður að Fjölnismaður hafi skallað en og klálega Viktor Jónsson að gera það sko. Mikil barátta þarna, Hákon brýtur á Indriða. Haukur vill vera snöggur að taka þetta, gerir það, finnur Daniel Inga. Arnleifur kemur utan á hann. Daniel fer inn á völlinn, finnur Indriða.
Indriði síðan út á Arnleif, þetta er betra. Arnleifur í fyrirgefa stöðu, kemur boltanum inn á Hans Viktor, skallar frá og út af. Skagamenn gera hvað þeir geta að reyna að koma sér í færi hérna en tíminn er að renna út sem þeir hafa. Jóhannes inn á tegin, Hans Viktor reynsa frá og þá er flautað til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir Fjölni hér. Hans Viktor Guðmundsson kom Fjölnismönnum yfir á 11. mínútu og við kannski fáum að sjá það mark áður en að við förum í pásu. Fastur bolti inn á tegin sem að spýtist alla leiðinni í beint í fæturnar á Hans Viktori sem gerir vel í að ná valda á honum og klára þetta. Já, gerir þetta vel. Maður hefði nú viljað sjá Skagamenn bara einhvern veginn komið í veg fyrir þetta. Ég meina, fer fram hjá einhverjum 4-5 Skagamönnum og Árni Marino finnst mér alveg frekar lengi út í hann sömuleiðis. Svona þegar ég horfa á þetta í þriðja skipti. En já, ég veit ekki. En hvað þurfa Skagamenn að gera betur í síðari hálfleiknum? Þeir þurfa að láta bolta ganga miklu hraðar og færa boltan meira inn á miðjuna og aftur út. Mér finnst að boltin hafi allt of mikið verið færður bara gegnum varnarlínuna, sikkoru megin út á kant og einhvern veginn svona utanum Fjölnisliðið og það þarf að brjóta upp með því að fara meira inn á miðjuna. Eitt touch skiptir ekki yfir og þetta þarf að ganga miklu hraðar og þannig býrðu þeir til svæði og þannig svona rótaru í varnarliðinu sem er á móti þér. Sérðu einhverja mögulega skiptingu í hálfleik hjá Skaganum? Nei, ekki hálfleik, ég held ekki. Það geti mögulega, ég held að fljótlega fari Hákon Ingi að koma inn á og það er þá spurning hvar hann verður settur inn en svona, já, ég veit það ekki. Ármann eða Breki getur komið inn á fyrir Daniel Inga. Akkurat. En já, ég held að Jón Þór breyti ekkert. Nei, við sjáum hvað setur, við tökum okkur hlé hérna og komum með síðara hálfleikin eftir cirka 15 mínútur.
Komið sælir aftur áhorfendur góðir, Örn Arnarsson og Sverrir Mar heilsa ykkur hér frá Norðurálsvellinum, staðan 1-0 í hálfleik, Fjölnir yfir hér og enn ein brekkan sem við erum að sjá Skagamenn þurfa að klífa hérna þetta vorið í engar skiptingar í hálfleik og verður forvitnilegt að sjá hvort að Jón Þór og aðstoðarþjálfari hans hafi náð að svona öskra menn eitthvað í gang og þætti það ekkert ólíklegt að fyrirliði félagsins Arnór Smárason hafi verið þar líka. Já, ég held að sé bara fullvissa hlustendur og okkur það og áhorfendur að hann hafi verið mættur þarna til þess að láta sér heyra. Já. Það er ekki vettlingatök þar, það lofaði því. Nei, það Skagalið þannig skipað í markinu Árni Marino Einarsson og í bakvarðarstöðunum Hlynur Sævar hægra megin, Arnleifur Hjörleifsson vinstra megin, Jóhannes Wall og Pontus Lindgren í miðri vörninni, Indrið Áki djúpur þar fyrir framan, Haukur Andri og Steinar með honum fyrir framan hann á miðunni. Spurning hvort að þeir eru eitthvað búin að víxla, Haukur lítið dýpri núna. Ég held bara að þeir hafi gert þessa breytingu svona þegar leið á fyrirhálfleikinn að þá hafi Haukur svona droppað aðeins neðar til þess að hjálpa Indriða í uppfylginu og búa til aðeins meira pláss aðeins ofar á vellinum. Eins og við sjáum þetta fyrsta hálftímann að einhvern veginn bara hér Gísli Laxdal sem vinnur boltan, kemur honum inn á Teigi Steinar Þorsteinsson, setur hann rétt fram hjá markinu. Já. Við töluðum Dín Martin áðan, hann hefði sagt spenna ökli. Já, þetta hittir hann ekki nógu vel en Gísli Laxdal út á hægri kanti, Daniel Ingi vinstra megin, Viktor Jónsson upp á topp. En byrjar vel, fyrsta færið hér strax eftir réttum mínútu leik. Já, vonandi bara verður þetta það sem að koma skal í þessum seinni hálfleik. Hlynur Sævar Jónsson liggur eftir. Lið Fjölnis þannig skipað í markinu Sigurjón Daði Harðarsson, Reynir Haraldsson í vinstri bakvörðinni, Júlíus Mar og Hans Viktor Guðmundsson í meiri vörninni. Ég veit ekki alveg hvað gerist við hlinn hann. Daniel Ingvar í hægri bakvarðarstöðunni. Síðan eru þeir hérna Sigurvin inn á miðunni. Oliver Dofri Snorrason fór á velli fyrir Daniel Ingvar. Hákon Ingi, Axel Freyr og Máni Austmann í fremstu línu og Guðmundur Karl einnig inn á miðunni hjá þeim. Hákon með fyrirgjöf, engin Fjölnismaður þar. Arnleifur tilbaka á Jóhannes með tæpa sendingu inn á Pontus sem var undir pressu. Fjölnismenn vinna boltan síðan. Axel nær ekki komast fram hjá Jóhannes Wall og Arnleifur vinnur innkast. Þetta er svona þetta er nú ekki marga mínútur, fyrstu 3 mínútur að þetta svona að sjákaðara hjá Skagamenn. Ég held bara flestir áhorfendur sem eru ekki Fjölnismenn, bæði Skagamenn þá og þeir hlutlausu að þeir vilja fá jöfnunarmark í þetta, smá flott. Já, akkurat. Daniel missir hann frá sér, setur pressuna, kemur síðan langur bolti og ekki út af. Jóhannes, sjá hvað Hákon Ingi sterkur hérna, hann býr þetta til, nær sér í stöðu og sækir aukaspyrnu. Óbúðslega illa verið aðalur þegar boltinn komið nálægt honum. Þeir eru þetta ekkert fljótur, hann stingur ekki marga af en ef þeir finna hann í skrokkin þá er bara nánast ekki séns að hafa hann á boltan. Já. Síðan
núna hálfleikstölur á Fylkisvelli, það hafa verið 2-2 Fylkismenn á hana að jafna gegn KR. Staðan ennþá 2-0 fyrir afturheldingu í Grindavík og það er komin 2 rauð spjöld á Grindvíkinga. Stóra hætta hana. 2 rauð spjöld á Grindavík, það lítur að vera það þjálfara til trúigeru. Sjáum, það er nýskeið, það er ekki komið inn. Já, minnst líklegt. Það kemur kannski í ljós eftir smá. En Selfyssingar 1-2-0 yfir gegn Þrótti Reykjavík en þá á heimavelli. Átni, fyrir Daniel sem kemur djúpt hérna á móti boltanum. Daniel síðan reynir skiptinguna. Steinar nær að fleita þessu aftur fyrir sig. Gísli í kapplaupi. Gísli kemur hún inn á teginn. Viktor nær ekki að krafsa þennan í netið. Já, það er ótt að segja að það er svona, það er beittari sóknarleikurinn hjá Skagamönnum hérna í upphafi síðari hálfleiks. Algjörlega. En við sáum í fyrri. Það er mun betra. Sýnist þeirra búið að draga tilbaka þetta rauða spjald í Grindavík síðara. Það er ekki, það kemur alltaf ekkert inn á textalýsingu fótbolti.net sem að sá lærði Gundur Aðalsteinn Ásgeirsson á tökkunum og hann klikkar ekkert á neinu svoleiðis. Bara Hlynur. Jóhannes keyrði niður hérna Hansi Viktor. Arnleifur hérna á miklu sprettu upp vinstra megin. Það er bara að skilja sér inntæk. Og hér er Arnleifur nær að halda hlaupinu áfram og fellur síðan við en fær hotspinning. Ég held að þetta sé nú rétt. Já, ég hugsa það. Sjáum þetta kannski í endursýningu hvort hann stíi á löppinu. En þarna er klárlega aukaspinna. Já, gerir þetta vel aftur. Það er erfitt að þetta er svona erfitt að sjá þetta. Spurning hvort við getum séð þetta lítið hægar hér. Þetta þarna í blá lokin þegar þessi snerting á sér stað. Þessi sigurvinn sem að kemur. Já, og þó. Þetta lítur nú út, allavega að sjá þetta svona hægt að þá virkar þetta eins og að sé bara hrein snerting á mannin. Kemur inn í fótinn á honum. Steinar, hann er nærsvæði, Jóhannes Val skallar hann upp í loftið, Sigurjón í vandræðum, þeir ná að koma þessu frá, Haukur kemur þessu aftur inn í pakkan, Pontus síðan lyftir þessu hátt í loftu upp og broti hér á Sigurjón í Daða. Ég spyr þarna þegar að Jóhannes Val skalla boltan upp í lofti, hvar eru Skagamenn? Sigurjón Daði nær eitthvað aðeins að blaka boltanum þarna, hvar eru menn? Hver ætlar að taka hann? Og þessi bolti áhugaverður Viktor keyrir inn í Sigurjón Daða og réttilega dæmd aukaspyrna þarna. Komið Óskar Vasilevski, okkar maður, annað gult á Selfossi. Já, á 54. mínútu, Selfyssingar orðnir einum færri þar. Gæti verið spennað þarna í lokin þar. Já, okkar maður á Selfossi, getum við ekki kallað hann það, einn af þeim. Já, það er orðnir nokkri þarna. Ímir Hjálmsson, þetta fór líka í samans. Akkurat. Boltin tilbaka á Átna í markinu. Hákon pressar á hann. Sendingin frá honum beint á Reyni. Reynir nær ekki að finna Mána þarna. Tilbaka á Átna. Enn er Hákon að pressa. Pontus. Já, þeir leysa þetta vel. Já, vel gert. Hlynur Sæfa missir hann aðeins frá sér. Nú þarf boltin að koma inn á miðuna og út hinum megin. Steinar. Indrið tekur hlaupið, sendingin aðeins og einarlega. Júlíus er á undan Indriða í boltan. Komnir upp
allan hægri vænginn út á miðuna, þá verður þessi bolti að koma inn á miðju. Haukur var að biðja hann, Haukur var aleinn, þá þarf hann að koma þar inn og yfir á Arnleif í svæðinu út í vinstri megin, þegar þar er pláss. Þarna er þetta bara orðið þröngt, það er allt varnarliðið búið að færa sig yfir og bara miklu auðveldara fyrir þá að eiga við þetta þar. Það þarf að koma skipting. Gerist allt og hægt og allt og sjaldan. Já, algjörlega. Jóhannes yfir á Arnleif. Arnleifur upp í horni á Daniel, kemst fram hjá Daniel Ingvari. Daniel, síðan setur hann út í teginn. Það er Steinar Þorsteinsson sem er að taka með sér inn á teginn. Tilbaka á Arnleif. Arnleifur inn á fjær. Skalla frá. Þetta er frábæðilega gert til Daniel Ingvari. Já, mjög svo. Og reynir hreinsar þetta út af. Hlynur kastar inn á Indriða. Indriði sterkur hér. Komin inn á teginn, setur hann fyrir. Hreinsar frá. Jóhannes og allt tekur frákastið. Ná að halda pressunni. Út á Daniel Inga. Daniel síðan inn á teginn. Skalla frá að Hansi Viktor. Og Arnleifur fær hann upp í hendina á sig, en það er ekki hendi. Nútíma fótbolta. Gert hérna hjá Mána, stingur hann upp fyrir, en þetta er akkurat það sem sagðir, hann stingur engan af, Hákon, hann vil fá hann í fætur. Já, hann vil fá hann í skrokkin, í fætur. Jóhannes vantar möguleikana hérna, Hákon vinnur á hann boltan og Jóhannes og Al brýtur á honum klárlega, en kemstu upp með það. Indriði með skiptinguna yfir til hægri, Gísli nær að taka niður. Þetta menn með sér inn í teig, Steinar komur þetta fyrir utan. Kemst fram hjá Reyni, fer á vinstri fótinn, nær ekki að finna skotfærið og þeir koma þessu frá. Axel Freyr finnur Hákon inn á teiknum með hvað, nei, Jóhannes Val gerir vel. Já, vel gert. Árni langur fram á Viktor sem hann er að fleyta honum áfram. Daniel Ingi hleypur undir það. Sigurjón Daði með langan bolta fram. Vel gert hjá Daniel Inga að fara bara staði í þetta hlaup. Þetta er það sem maður vill sjá hjá fleiri mönnum, sérstaklega þá Gísla Lagstall sem að myndi ná svona bolta. Já. Arnleifur reynir sendingun upp í hornið á Daniel Inga. Daniel Ingvar er á undan honum og það er bara dæmt markspyrna. Elías tekur ekki þátt í þessu rugli, hann bara bendir sjúkraþjálfaranum á það að maðurinn sé út í horni, hann er fyrir utan völlinn. Já. Áfram að leikinn, þannig að þetta er komin inn á. Indriði nær þessum, Haukur síðan öðrum boltanum. Finnur sér hlaup hérna hjá Steinari Þorsteinsinni sem hann er að taka niður. Július er í honum, kemst fyrir gjöna. Gísli tekur við og setur hann inn á Martein aftur. Fór hann af Reyni Haralds frá Gísla. Gísli baka á hlinn. Pontus og Jóhannes kemur pressan á hann hérna út á Arnleif og færa þetta hérna milli kantana. Arnleifur hótar fyrir gjöfunni, finnur síðan Indriði aðþrengdur. Indriði er búinn að færa sig svona talsvert ofar í sókninni núna og þá er Haukur kannski farin að sitja aðeins meira. Hann má ekki vanmeta þrátt fyrir það að Indriði sé í dag að spila sem djúpur miðjumaður og takk ekkert óbúslega mikið þátt í sóknarleiknum að þá hefur hann sinn meistaraflokksferil sem framherji. Þessi bolti siglir gegnum tegið, ná að koma þessu frá.
Sjáum að Jóhannes Wall svona komin meira í návíði við Hákoninga. Meira ráða betur við hann. Algjörlega. Jóhannes kemur boltan upp. Finnur Daniel Inga. Þetta akkurat máli. Setja hann inn í miðuna, láta á bregðast við, svo getum við fært hann. Hlynur sér hlaupi á Indriða hérna. Út á Steinar sem búinn að lúra svolítið úti að hægra með núna. Á Indriða. Indriði síðan með boltan inn á teginn. Daniel hittir hann ekki. En Haukur vinnur hann hérna framalega fyrir Ía. Aftur á Arnleif. Arnleifur komin inn á teginn. Arnleifur leggur hann út. Gíslir þar. Fer á vinstri fótinn. Aftur reynir að finna Arnleif. Sendingin ekki nákvæm. Arnleifur næri þessum eða hvað? Já, hann gerir það. En Daniel Ingvar gerir vel í að sækja þessa aukaspyrnu. Algjör óþarfi að keyra þarna þessum krafti hjá Jóhannes sem fannst mér. Algjörlega. Mikill óþarfi. Þarna var rétt áður var Máni Austmann finkaður í lélega reynslu. Þetta, já, næstu því færi. Og finna það Daniel Ingi. Pontus gerir þetta ágætlega. Boltinn tilbaka á Árna. Á leiðin á bekkinn hjá Fjölni. Ég ekki alveg kláraði hver þeir. Nei. Það kemur í ljós að við sjáum númerið. Daniel með pláss hérna til að snúa. Það voru pláss hérna. Þetta hans staða, hann vill vera þarna á vellinu. Frábærlega gert, Finnur Steinar fullt af gulum treyjum og teiknum núna. Út á Daniel aftur, Daniel lyftur þessu inn á teginn. Viktor í baráttunni, Arnleifur fær hann fyrir skotið fram hjá markinu. Já, sjáum, það verðist bara verið búið að breyta stöðum. Steinar bara komin út hægra megin og verðist eins og, ég veit það ekki, Gísli sé komin inn central. Haukur býður sér stutt, hérna sókn í gangi. Steinar aftur með fyrirgjöfina, þeir ná að skalla þetta frá. Haukur skallar þetta aftur inn í pakkan en Sigurjón kemur út og heyrði boltan. Það er Orri Þórhaldsson sem á leiðin inn á. Hlynur fram á Gísla. Gísli þessi tíma skiptir aftur yfir til vinstri. Mjög tæpur í varnarvinnunni og lengst fyrir neðan varnarvinnuna. Viktor Jónsson hefði aldrei verið rángstæður ef hann hefði fengið sendingun hann í gegn. Tekur reynir sendingun á Daniel aðeins svo laus. Daniel Ingvar hirðir hann. Guðmundur og Reynir inn fyrir á Axel. Pontus á undan í boltan og ekki dæmt hér, bara hornspyrna. Og þá kemur skipting. Það er leikmann nummer 16 Orri Þórhaldsson sem kemur inn á fyrir Hákon Inga. Hákon Inga. Það er bara svoleiðis. Hann náði ekki að setja mark sitt. Já, ekki mark, en hann var óþægilegur fyrir varnarmenn. Hann setti mark sitt á leikin en hann setti ekki mark í netið. Já, Hákon Ingi Jónsson kemur að velli hérna. Já, og Orri kemur í hans stað. Já. Svona, maður myndi halda að þetta verði þægilegra fyrir
Hafsendapar Skagamanna í kjölfarið. Farið aftur út á Reyni. Reyni reynir að komast fram í Dan Linga, gekk ekki. Skiptingin yfir til hægri, Daniel er að taka hennar niður. Lyftir honum inn á teiginn og þarna var Máni við það að ná að stýra þessum á marki, gekk ekki. Reynir. Gísli vinnur ágætlega tilbaka hérna. Reynir kemur honum inn á teiginn. Pontus skalla frá, það er frákast þarna fyrir þetta varnarmanni eða slæsaði hann. Það var Oliver Dagur sem átti þetta skot. Viktor gerir frábælega hérna og brotið á honum hér eða hvað, er það bara innkast. Arlefur kastar hann á Haug, Haugur á Viktor. Viktor haldið í hann og aukaspyrna dæmt. Sýnist verið skipting á leiðinni hjá Skagamönnum. Sjáum aftur þetta skot hérna. Nei, þetta er bara... Hefði fengið að rúlla en hendaði innkasti. Já. Steinar að búa sig undir að taka þessa aukaspyrnu fyrir IA. Lyftur honum, snýr hann inn að markinu. Og boltinn dettur í teignum. Haukur vinnur skallan en það er ekki að finna samherja. Arlefur síðan skrítin sending tilbaka hana. Árni Marino út úr markinu og þarf að renna sér í hann hana. Þetta var áhugaverð sending hjá Arlefur. Máni komum bara með hann upp á hotfára þarna. Ekki algengt að sjá þetta á 67. mínútu. Sigurvinn þræðinni gegn. Pontus gerir ágætlega þarna. Vel gert hjá Hauki, finnur Steinar. Steinar nær að stökkva upp úr einni tæklingu, annarri tæklingu, þriðju tæklingunni og sendingin utalega en Gísli nær að halda þess inn á. Reynir kemur þá og aukaspyrna dæmt hér fyrir brot á Steinari Þorsteinsssyni, væntanlega. Það er gríðarlega áhugavert að hann skuli bíða svona lengi með að gefa hagnaði. Já, sjáum hérna á hvaða tæklingu er það. Þessi sennilega, eða er það þessi? Já, það er virðist það að vera þessi þriðja með staðsendingun og aukaspyrnunni. Það er skipting á leiðinni hjá Skagamönnum og hann er að spjalda 2. Já. Daniel Ingvar og hvort það var Guðmundur Karl eða Sigurvinn sem er leiðis. Hann er rétt áður. Ætli það hafi verið fyrir sig hvora tæklinguna? Já, pottitt. Já. Það er pottitt sko. Harman Ingi Finn Bóðarsson er að koma inn á fyrir Skagamenn og það er þá mjög líklega fyrir Daniel Inga. Já. Haukur. Skagamenn á að taka þetta stutt hérna. Haukur út á Arleif. Haukur skiptir yfir til hægri. Þetta er vel gert hjá Haukan. Gísla, hann í fyrstu snertingu inn á Steinar. Steinar aftur út á Gísla. Gísli fer í fyrsta í fyrirgjöfina. Arleifur nær að taka frákasti, kemur hann illa fyrir sig. Haukur nær hann að skot. Hann nær skotinu en það er hátt yfir. Já, gerði vel í að koma sér í stöðuna en skotið ekki alveg nægilega gott. Já, ekki ánægður með sig hana. Ég er hins vegar búinn að vera ánægður með Hauk núna undanfarnar mínútur sem hann er bara að koma að sækja boltan og aðeins svona að taka yfir og fara að stýra því sem að fer fram hérna á vellinum. Og það eru eiginleikar sem hann hefur, gæði sem hann býr yfir og hann bara þarf að vera miklu duglegri að sýna það því að hann er svo óbóðslega góður í fótbolta. Já, það er Gísli. Jóhannes Vald tekur straugið upp í horni hérna. Jóhannes fer á vinstri fótinn.
Lyftur hún síðan inn á teiginn og Steinar Þorsteinsson með skallaninn. Þvílík Ótrúleg varsla. markvarsla hjá Sigurjóni Daða Wow. af bara engu færi. Steinar gerði allt rétt, hann þurfti bara að stýra honum á netið en það er ekki hægt að skora ef þetta er Þetta markvarsla. var markvarsla í heims klassa. Já. Ég get bara, Wow. og þetta er ekki að það sé verið að skalla í hann. Nei, hann er engan að veginn. bregðast við. Sko. Já. Þetta er Steinar með hotspinnuna. Sigurjón kýlir frá og síðan er Reynir sem er að framlengja þetta. En kemur skiptingin hérna yfir á Steinar og allt annað líf í skagaliðinu Já. hérna í síðara hálfleiknum. Pontus, það er að skalla hennan fram völlin. Haukur framlengir og fær síðan högg á Já. sig og Rétt. réttilega dæmd aukaspyrna. Það er Oliver Dagur fór hérna í hann. Ekkert við þess að segja, Nei. en Fjölnismenn mótmæla á bekknum. Sjáum þetta hérna. Það er Haukur sem skalla boltan Já. og fær síðan högg á hnakkan. Vorandi að fara ekki að blæða, það er 9 aflitaður sko. Já, Skagamenn hafa eitthvað ákvað að býða með þessa skiptingu. Já. Það er kannski bara því að það er ágætist taktur í þessu og styttist í markið, það er alveg klárt. Steinar snýrist að inn að markinu en Sigurjón Daði kemur út og lesi þetta vel. Staðan ennþá 2-0 í Grindavík og ennþá 2-0 á Selfossi. Bæði heimaliðin þar einum færri. Eins eru Fylkismenn komnir yfir gegn KR á heimavelli. Já, 3-2. 3-2 í bestu deildinni. Já, það er vel gert. Steinar á Pontus. Færist boltinn eins og þú talaðir oft um hérna í fyrirháleik. Hann er að færast miklu hraðar á milli kantana. Og miklu oftar inn á miðjuna. Og það held ég að sé bara tilkomið vegna þess að Haukur er að koma og biðja um boltan. Jóhannes Val á Viktor. Viktor á Steinar. Steinar skiptir síðan yfir til hægri á Gísla. Þessi er of Frábær skipting. langur aðeins. Gísli lagst það bara ekki alveg að kveikja á þessu. Nei, hugmyndin góð hjá Steinari. En þetta er bara nákvæmlega það sem ég var að tala um í fyrri hálfleik, að boltinn kemur þarna upp á Viktor og það er að leiðandi inn í miðjuna og þá er hægt að leita að svæðunum út því að þegar einn hafsend stígur upp með Viktori þá þurfa allir hinnir að draga sig inn og þá er meira pláss út á vængjanum á bakvið. Einmitt. Jóhannes yfir á Arnleif. Hann tilbaka á Árna Marinó. Árni á Jóhannes. Steinar nær að snúa. Finnur Arnleif úti vinstra megin. Arnleifur gerir vel brotið á honum síðan hérna eða hvað? Jú, það er dæmt fyrir rest. Þetta er held ég réttu dómur. Engin hagnaður. Nei, það var engin hagnaður af þessu. Það var alveg klárt. Og enn einu aukaspyrnan hérna á mjög svipuðum slóðum. Reykist hérna í gangi fyrir framann teginn. Steinar snýr þetta inn að markinu. Yndi Áki skallar framhjá. Það er ansi nálægt þessu núna Skagamenn. Já, þetta liggur í loftinu. Alveg klárt mál og það verður að herja bara á þetta og keyra á þetta svona áfram því að ef að trúin fer þá er þetta búið. Yndri þessi skalli bara hárspreitt framhjá stönginni. Já. En alveg svona grunnsamlega frýr. Já. Ég held að þeir sé að gleyma því eins og margir aðrir eins og við sagðum að Indriði byrjaði náttúrulega sinn meistaraflokksferil sem framherji og það má ekki gleyma honum í tegnum og í kringum hann. Daniel Ingi lyftir þessu fram of langt fyrir Gísla og Sigurjón kemur út.
Kemur langur bolti fram, of langur fyrir Mána Austmann. Steinar gerir þetta vel, finnur Hauk. Það er nákvæmlega það sem gerist. Þegar Haukur er farin að koma niður og sækja boltan og fá hann oft, þá þurfa þær að pæla miklu meira í honum og þá opnast miklu meira pláss fyrir Steinar eins og þarna í þessu svæði. Það er búið að gerast núna 2-3. Langur bolti fram, Daniel skalla frá. Jóhannes Val. Svona eins og síðar að hálfleikurinn hefur spilast að þá væri nú eiginlega grátlegt ef að Skagamenn uppsker ekki mark. Já, alveg klálega. Þeir eru búin að vera bara miklu sterkari hérna í seinni hálfleik. Steinar fyrir á Jóhannes Val. Jóhannes með boltan fyrir markið en það er fyrirliðinn Hans Viktor Guðmundsson sem er fyrir henni. Skagamenn halda áfram að pressa. Skipting framundan hjá Fjölni. Kemur boltinn inn á teiginn. Sigurjón slær þetta frá. Allt þrengtur þarna. Pontus á Arnleif. Steinar laus út á kantinum. Sendingu frá Arnleifi. Arvarslaug tvöfaldskipting hjá Fjölni. Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson nummer 17 að koma inn á og Bjarni Hafstein. Bjarni Þór Hafstein nummer 20. Já, Arnleifur opinn þarna, boltinn skoppaði rétt eftir að hann leita upp á honum. Það er Máni Austmann sem kemur af velli sýnist mér. Já. Og Sigurvin sýnist mér vera hálfhaltur hérna á leiðinni út af. Tvöfaldskipting hjá Skagamönnum sem leiðis. Káringa búin að jafna á móti Fylki. Hlynur Sævar og Steinar Þorsteins að koma að velli. Já, Steinar Þorsteinsson alltaf kannski ekki komin í 90 mínútna form. Nei. Sérstaklega ekki á svona velli sem er þungur og en Steinar búinn að vera virkilega sterkur sérstaklega í síðari hálfleikum. Já, og bara gríðarlega mikilvægt að fá hann inn og það sást líka mjög greinilega í leiknisleiknum hversu mikilvægur hann mun koma til með að vera þegar hann verður 90 mínútna maður í 100% standi. Inn á komu mjög spennandi leikmaður Ármann Ingi og sömulegis Jón Gísli sem við þekkjum aðeins betur. Já, Jón Gísli kemur bara í hægri bakvarðarstöðunum. Ég syns Ármann Ingi í rauninni koma bara inn á miðsvæðið. Já. Kannski tekur hann hlaupið upp í vinstra hornið, fær ekki boltann. Þarna hefði Val bara að koma með hann, Arnleifur var með honum og það hefði verið 2 móti 1. Já. Jón Gísli hinn, já, Hauk. Jóhannes tekur hlaupið utan á hann. Áhugaverður Hafsend núna, Jóhannes Val farin að leyfa sér að taka bara þessi hlaupið upp vænginn í overlap og hvað hérna. Getur tekið mannin úr bakverðinum, en hann tekur ekki bakverðin úr manninum, það er ekki bara þannig. Það er hárrétt. Þá koma félagsmenn, Axel. Arnleifur til varnar, gerir vel. Og finnur Daniel Inga. Daniel inn á miðuna á Finnboga. Ármann Inga, pappan setur í Finnbogi. Já. Freyr kemur út úr þessu. Jóhannes Val er gríðarlega sterkur. Fótavinnan hjá honum er gríðarlega góð. Já, hann gerir þetta vel. Það vannur því að vera í akkurat þessari stöðu og líður vel í henni. Jóhannes tekur þetta stutt hérna. Haukur enn að fá boltan hérna yfir á Pontus. Pontus á Indriða. Indriði út til hægri, Jón Gísli. Jón Gísli snöggur að koma honum inn á teiginn. Það kemur hlaup frá Daniel Inga. Daniel nær ekki að koma sér að markinu. Setur hann tilbaka á Arnleif. Hann með boltan fyrir í fyrsta. Hans Viktor skalla frá. Haukur með frákast. Haukur skiptir yfir á Jón.
Jón lyftir út á kantinu Daniel Inga með nóg pláss hérna. Hann tilbaka á Haug. Haugur inn á teginn, þeir skalla frá. Ekki nógu góð sending hérna inn á teginn. En Skagamenn vinna boltan aftur. Sýnist Haugur Andri bara að vera komin í einhvern ham. Hann vill bara endalaust vera með boltan og líður alveg óbúslega vel með hann. Jóhannes út á Arnleif sem að lyftir honum síðan inn fyrir og Daniel Inga. Hann nær þessum, setur boltan fyrir og það er Ármann með skot sem að vann á leiðinni framhjá sýndist mér. Já, vel gert að koma svona í boltan og ná allavega aðeins að stýra honum en óöppin að hann var ekki að leiðin á ramma. Frábær sending hjá Arnleifi hérna inn fyrir og fyrirgjöfin góð. En þarna vantar bara herslumuninn. Þarna hefði líka mögulega vantað eitt lítið kall frá Viktor Jón sem var búinn að hlaða því sko. 10 mínútur eftir og þá er völlurinn farin að bíta. Ég hugsa að það sé frekar tíminn á klukkunni heldur en völlurinn hjá Reyni Haraldsssyni. Hann vill stoppa leikinn, eyða tíma. Getur ekki verið með krampaði kálunum en með sokkana svo neðarlega. Það þrengi ekki neitt það. En Fjölnismenn hanga ennþá á þessari forystu. Það er því náttúrulega ótrúlegt ef það náð því út leikinn. Það var gert fyrir Bjarnar Þór. Tilbaka. Kemur boltinn inn á teginn. Axel leggur hann út, Guðmund og það er 2-0 Fjölnir. Það er ekkert eðlilegt. Guðmundur Karl Guðmundsson, reynslu boltinn, kemur Fjölnismönnum, ég ætla að leyfa mér að segja með síðari hálfleikinn óverðskuldað 2-0 yfir. Mjög svo, þeir hafa alltaf fengið sókn hérna í síðari hálfleik. En það er bara það sem sker úr, það er bara nákvæmlega það. Þegar að sóknin kemur, þá kláraðar hann að Skaginn er búin að liggja á þeim. Sjáum hérna en Axel næra fær góðan tíma til aðtæmna sig og skoti fer í Jóhannes Vall hérna. Já, ég setur bara rassinn í þetta og veit ekkert hvert boltinn fer, þannig að eðlilega skýst hann bara á honum og fram í Árna Marino. Þá verður bara að standa þetta að þér. Og ef að brekkan var til staðar þá er hún tvöfalt brattari núna, það er nokkuð ljóst. Og Skagamenn ennþá að bíða eftir sigri hérna á heimavelli þetta sumarið. Skagamenn halda áfram. Framundan hjá Skagamönnum er útileikur gegn Ægi í næstu umferð, 9. júní. Næsti heimaleikur er gegn Þrótti Reykjavík og svo Selfoss úti. Já, þetta eru 3 leikir sem á að taka 9 stig úr. Það er krafa hér á Akranesi. En það er nú eins og þannig það þarf að hafa fyrir þeim. Heldur betur. En ég ætla að leyfa mér að segja að spili liðið alla leiki eins og þeir hafa spilað þennan síðara hálfleik, þá er ég allavega bjartsýnni heldur en ég var í hálfleik. Já, alveg klálega. Fyrir mitt leyti. Ég verð að vera sammála því, en staðan er bara orðin. Nú þegar alveg ansi erfið. Enda þetta svona að þá skal ég komið 8 stigum á eftir efstu liðum. Já. 8 stig er ekkert grín. Stefnir allt í að Fjölnismenn haldi toppsætinu. Já, með 13 stig er ekki. Jú, Þróttarar búin að minnka munn í 2-1 á Selfossi. Já. Og Aftureldingar að fara í 13 stig sem er leiðis. Já. Og þau skilja þá Grindavík eftir. Já. Gerum það. Það er jöfna stigum fyrir þessa umferð.
Átni Salvar og Breki Þór að gera sig klára að koma inn á hjá IA. Langur bolti fram eða upp fyrir Reyni að koma þessu frá. Guðmundur Karl. Jón Gísli vinnur á boltan. Viktor fer í pressuna, vinnur boltan. Viktor síðan inn á teiginn, allt of hár í gegnum allan pakkan. Arnleifur endanum mættur þar. Setur hann aftur inn á teiginn, skalla frá. Haukur Andri tekur frákast, setur hann tilbaka á Pontus. Skagamenn halda áfram pressunni. Og enn kemur Jóhannes Vall í overlappið. Viktor skallar þetta aftur inn á teiginn, þeir koma þessu frá. Pontus. Orri nær að vinna boltan og þarna guldspjald á Pontus Lindgren. Þetta var alveg einstaklega klaufalegt hjá Pontus Lindgren. Já. Horfði á Orra að koma og taka sér boltan. Afturhelding 3-0 yfir í Grindavík. Það er bara leiklokið þar. Já. Daniel Ingi kemur af velli hér. Átni Salvar Heimisson og Breki Þór að koma inn á einni fyrir Gísla Laxdal. Já. Nóg eftir, Já, segir Jón Þór við varamennina sem er að koma hérna inn á. Vill fá framlag. Já. Daniel Ingi átti ágæti spretti hérna í síðar áleiknum eins og margir aðrir. Sammála mér í því að eiginlega allir nema Viktor Jóns. Þú veist, hann hafa verið svolítið týndur. Já. Fengi boltan einu sinni tvisvar en það er ekkert mikið meira en það. Það er ofboðslega dýrt þegar að liðið okkar liggur á andstæðingnum og margir boltar komin í teig að hann sé ósynlegur. Já. Það er ekki að vantar tengingu einhverja milli fyrirgjafar og hlaupa og það sé ekki svona samstillt einhvern veginn. Honum til varnar að þá finnst mér hans líklegt að hann sé leikmaður nummer 1, 2 og 3 sem er passaðurinn í stað. Akkurat. Koma Skagamenn. Halda fram að reyna. Rétt rúmar 3 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Sendingin ekki nógu nákvæm hjá Pontus. Þetta var reyndri Jón Gísli. Ármann Ingi gerir ágætlega þarna. Jón Gísli missir hann út af. Fylkir 3, KR 3, það er stuð í Árbænum. Já, heldur betur. Þetta er nú bara svipað og þeir eru mættist í bikarnum daginn. Sem endaði 3-4. Tilbaka Átna Marino. Skagaliðinu hefur ekki kannski gengið að ná að byggja upp þessa sömu pressu aftur eftir þetta mark. Svolítið vindurinn sleginn úr þeim vantanlega. Axel fyrir í árásina. Tilbaka á Orra. Orri inn á teiginn. Jóhannes Vall skallar frá. Átni Salvar skallar lengra frá. Vilhjálmur. Snögg sendingarna frá Oliver. Út af. Aðstofþjálfur Ægis, Baldvin Már Borgarsson er búinn að sjá nóg, hann er farinn. Já. Átni Salvar með boltan inn á teiginn. Viktor fer í skallan. Breki tekur frákastið. Það er að vinna hann aftur. Viktor fellur við og það er vítaspyrna dæmd.
Og hvað hér? Þetta flaut hafi bara verið til þess að reyna að reka menn í burtu. Já, Fjölnismenn á bekknum ekki sáttir, getur séð þetta aftur hérna. Þetta er Salvar með fína fyrirgjöf hérna, Viktor í baráttunni. Það verður Breki bara að láta heyri í sér. Og hér Viktor. Já, hann fyrir bæði boltan og mannin með sikkorinn fótinn. Viktor Jóns á punktinn. Já, þetta er alveg soft, ég get alveg getur kastað líflínu hérna. Og verður að klára þetta. Og Viktor gerir það miklu öryggi hérna, 2-1. Og þetta er ekki búið uppbótartíminn að hefjast, hver sem hann verður. Og Fjölnismenn á bekknum enn að kvarta yfir þessum dómi. Já. 5 mínútur bætt við og Skagamenn eru mjög ósáttir með það, vilja hafa miklu meira heldur en það. Já. Það er eiginlega bara brota á Jóhannes Val, það er ekki neitt annað en leikmanninn. Skildu Skagamenn eiga til jöfnunarmark hér. Jóhannes á Indriða, hann út á Arnleif. Arnleifur lyftir þessu inn á teiginn, fullt af gulum treyjum þar. Hann á að skalla þetta frá, Haukur fer í frákastið, heyrðir það. Árni Salvar og Jón Gísli. Jón lyftir þessu inn á teiginn, boltinn fer siglir í gegnum allt. Haukur enn einu sinni. Ef þetta var í körfuboltaleikur þá var hann frákasta hæstur. Já, klárt. Jóhannes lyftur þessu inn á teiginn, en á að skalla þetta frá. Og Guðmundur Karl framlengir. Tilbaka á Átna. Já, það er Arnleifur missi boltan hérna, Axel Freyr leggur á stað. Arnleifur í hörkutæklingu og þetta er væntanlega guldspjald á Arnleif. Það er rætt vel gert hjá Axel Frey, stegi hérna bara fyrir til þess að hann myndi örugglega tækla sig. Já. Það reynir aftur, lagstur, Axel liggur. Það eru fælt að tefja hérna að nota allar leiðir hérna, ef það er guldspjald þá má sjúkraþjálfarinn auðvitað koma inn á þess að Axel fara út af. Þeir eru bara skipuðu sjúkraþjálfarinn inn á og það er ekkert að Axel þannig. Nei. Já, spurning hvort við kíkjum á vítaspyrnuna aftur hérna meðan þetta er stopp. Ég sagði á henni þarna hefði viljað að Breki myndi láta vita af sér. Já, við erum í betri stöðu til að taka hann þarna. Viktor sækir þetta. Þetta er ákala soft en vissulega fer hann með fæturna hann í sikkur áttina. Önnur fer í Viktor hinn í boltan en hefði þetta verið hinum meginn hefði við ekki verið sáttir sko. Nei, klálega ekki. Axel út í teginn, Jóhannes Val kemur sér frá og boltinn berst aftur á Árna Marinó. 3 mínútur af þessum 5 liðnar, auðvitað bætist aðeins við hérna við þessi meiðsli hjá Axel. Við gætum átt eftir einhverja 3 mínútur í viðbót. Já, sennilega. Arnleifur, Skagamenn virðast eiga nóg eftir hérna. Arnleifur, góður í stuð, yfir á fjársvæðið. Viktor í skallanum, beint á Sigurjón sem var vel staðsettur. Út við stöng, leik lokið Grindavík, lokatölur þar, Grindavík 0, Afturhelding 3, lokatölur á Selfossi, 2-1 fyrir heimamenn. En hér eru Skagamenn að reyna hvað þeir geta að kreista fram jafntefli hérna. Pontus, reyna að skalla. Kemur hörku tækling hérna frá Bjarnar Þór en Jóhannes Val út á Arnleif. Fjölnismenn ná að loka á þetta.
Jóhannes Val á Indriða, hann út á Arnleifur leitar að fyrirgjöfinni, finnur hotspinnu. Það þurfa allir að koma sér inn í bara. Það Breki Þór sem að tekur þessa og Árni Marino Einarsson kominn inn á teig. Já. Boltinn inn á tegin og það aukaspyrna dæmd. Það ofboðslega klaufalegt. Og þeir liggja 2 núna. Sjáum þetta aftur. Þarna veit ég nú ekki. Árni Salvar kemur á ferðin inn í hann. Inn í Sigurjónin. Já, var brotið undan. Já, okay. Ég sá nú ekki hvað gerist þar. En já, hann rasar þarna og lendir í rauninni á Jóni Gísla, þannig að það eru hvort að það er verið að dæma hrindingu þarna á Indrið Áka. En nú er uppbótartíminn liðinn en hann hlýtur að lengjast við þessi stopp. Nokkuð bolti fram. Arnleifur gerir þetta vel. Sendur hann fram á við. Indrið Áki eldir. Hans Viktor komið svo frá. Haukur á Jóhannes. Jóhannes. Þessi vilti bara komin í tegin. Axel. Og Orri síðan. Jóhannes næra að stoppa hann eða hvað? Nei. Orri gerir vel. Setur hann í gegn. Axel á fleyferð. Pontus er undan. En missir hann. Nei, hann heldur hann inn á. Arnleifur. Næri ekki að koma honum fram völlin hér. Þeir reynsa þetta upp í stungu. Þetta er ekki búið, segir dómarinn. Þú þurfum að fara að fá bara hérna. Hérna heil meðri bara. Akkurat. Haukur Andri á Jóhannes Val. Það má ekki bíða of lengi. Reynir að finna Viktor. Arnleifur tekur frákastið, setur hann inn á tegin. Þeir ná að koma þessu frá. Hver annar en Haukur er í boltana þar. Þeir ná að koma þessu frá og þar kemur lokaflautið. Og 1-2 tap. Staðreind. Og Fjölnismenn fagna eðlilega. Þeir halda toppsætinu. Fara í 13 stig eins og afturhelding. Já, bara gríðilega sterkur sigur fyrir Fjölni. Bara virkilega vel gert að halda, bara að lifa af þessa pressu frá Skagamunum frá svona 50.50 til 70.50 mínútu og ná svo að tvöfalda forystuna bara á einni sókn í síðari hálfleik og það þarf ekkert meira til og þeir gerðu þetta bara virkilega vel. Akkurat, en ég myndi nú halda að Skagamenn með við það sem þeir lögðu í síðari hálfleikin hljóta að vera gríðarlega svektir með að fá ekkert út úr þessu leik. Já, alveg klálega og einhvern veginn er þetta búið að vera svolítið mikið sama sagan í flestum leikjum að Skaginn er að ná góðum kafla miðjan í seinni hálfleik og eftir að hafa lent undir og svo kannski í mestalagi að ná að berjast fyrir einhverju jöfnunarmarki undir lokin og þetta er bara ekki nógu gott. Nei. Það er bara ekki nógu gott að í að sé að fá lið í heimsókn hingað á Akranes og það sé staðan að það er ekkert annað hægt en að berjast fyrir jöfnunarmarki í lokin. Það er bara við gerum meiri kröfu og leikmenn verða að gera meiri kröfu á sjálfan sig og þurfa að fara að axla meiri ábyrgð á gengi liðsins. Algjörlega, það er spurning hvort að við rifjum upp mörkin. Fyrst var það Hans Viktor Guðmundsson sem að skoraði fyrir Fjölni. Slísalegt mark svo sem. Já, vel gert hjá Hansi. En vel gert. Það var síðan Guðmundur Karl Guðmundsson sem að tvöfaldaði fórustuna á 82. mínútu eftir í rauninni bara nánast einu sókn Fjölnismanna í síðara hálfleik. En Axel gerir þetta vel og í rauninni Árni Marino sigraður eftir að boltinn við komið í Jóhannes Val síðan fengu Skagamenn vítaspyrnu. Sjáum dóminn hér eftir fyrirgjöf frá Árna Salvari. Að þá nær pressaður á boltan og Viktor. Já, mér finnst þetta alltaf jafn soft. Já, en úr spyrnunni skoraði síðan Viktor Jónsson af miklu öryggi en
þetta duði ekki til, 0 stig úr þessum leik og já, Skagamenn ennþá að leita að, við töluðum það hérna fyrir leik, mikilvægt að reyna að tengja saman sigurleiki, það tókst ekki núna. Nei. Hvernig sérðu framhaldið, Sverrir? Skaginn að fara inn í 3 leiki eins og talaður á móti Ægi, Selfossi og Þrótti, þar sem að ég trúi bara ekki öðru en að menn nái að svona aðeins að mótivera sig og stappa sér stálinu og sækja þar bara 3 stig og eftir 3 og ég hef fulla trú á þessu strákum og ég held að þeir geti allt sem þeir vilja og þeir verði einhvern veginn bara að finna það innra með sér og hver og einn. Mér finnst allt og fáir vera tilbúinir til þess að stíga upp og allt og fáir vera bara einhvern veginn eins og ég sagði á hann að axla ábyrgð á gengi liðsins og axla ábyrgð á hverju sókn fyrir sig og bara taka ábyrgðina til sín. Mér finnst of lítið það og það er svona það sem maður farin að kalla eftir dálítið mikið hérna á Skaganum. Akkurat, ég tek undir það en við förum nú að ljúka þessari útsendingu. Ég þarf að þakka mörgum, Snorri Kristlinsson á myndavilni, Ingimar Elvar Ágústsson og Heiðar Már Björnsson sem stjórnuðu þessari útsendingu, Björn Þór Björnsson fyrir leik og fyrir viðtölu og var með þér í panelum. Sverrir Már, takk kærlega fyrir þitt framlag. Takk sömuleiðis. Ykkur á að þið getið fylgst með dagskráni okkar á iatv.is og séð alltaf það sem er framöndan hjá okkur. Þangað til næst, þá bara þökkum við ykkur kærlega fyrir í kvöld.